Ráðherra, forstjóri, kæra samstarfsfólk og gestir, verið hjartalega velkomin á ársfund Landspítala 2026 hér í Hörpu. Ég heiti Margrét Guðjónsdóttir og verð fundarstjóri hér í dag og það mér mikil ánægja að leiða ykkur gegnum fundin sem ber yfirskriftina Mælanlegur árangur. Sú yfirskrift fangar einmitt vel þann anda sem einkennir starf Landspítala að horfa skýrt á verkefnin, fylgja eftir árangri og nýta þekkingu, gögn og reynslu til að bæta þjónustu við sjúklinga. Myndbandi hér á undan einmitt fallegt yfirlit yfir árið í myndum sem minna okkur á breiddina í starfseminni og fólkið sem lætur hlutina gerast á hverjum degi. Við eigum fyrir höndum fjölbreytta dagskrá þar sem við fáum meiri innsýn í starfsemi spítalans, í rekstur, vísindi, nýsköpun og þann mannauð sem stendur á baki árangrinum. Við hefjum dagskrána á ávarpi heilbrigðisráðherra og ég býð Ölmu Möller velkomna. Fundarstjóri, forstjóri, kæru vinir. Það virkilega ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag og þetta opnunar myndskeið var magnað. Myndir segja miklu meira en mörg orð og það sýndi sig vel hér. En það ekki ofsagt að Landspítali gegnir einstöku hlutverki í íslensku samfélagi. Hér mætast sérhæf heilbrigðisþjónusta, bráðaþjónusta, kennsla, rannsóknir og mikilvægt öryggishlutverk fyrir allt landið. Þetta eru margþætt og flókin verkefni og fara vaxandi. Við sjáum það meðal annars í auknum fjölda sjúklinga, flóknari veikindamynd, öldrun þjóðar og sívaxandi þörf fyrir sérhæfða þjónustu. Allt of lengi höfum við séð alvarlegan vanda á spítalanum vegna skorts á hjúkrunarrýmum. Þetta hefur keðjuverkandi áhrif sem íþyngjandi fyrir marga þætti spítalans og verst fyrir þá sem bíða. Það þarf trausta innviði til að spítalinn geti mætt hlutverki sínu og verkefnum á sem bestan hátt. En innviðaskuldin í heilbrigðiskerfinu mikil. Í húsnæði, mönnun, tækjabúnaði og rafrænum kerfum. En við sjáum fram á betri tíð. Nýr Landspítali við Hringbraut risinn, framkvæmdir innandyra í meðferðarkjarnanum komnar á skrið og innkaup á tækjum og búnaði í útboðsferli. Stækkun Grensásdeildar gengur vel, byggingin að mestu fullbúin að utan og innanhúsframkvæmdir á fleygiferð. Framtíðarhúsnæði geðþjónustu Landspítala hefur verið fundinn staður í Fossvogi á besta stað sem hugsast getur til að hanna og byggja upp sérhæft nútímalegt geðsjúkrahús. Stækkun og stórfelldar endurbætur á húsnæði réttar og öryggisgeðdeildarinnar á Kleppi eru komnar vel á veg með gjörbreyttri og bættri aðstöðu sjúklinga og starfsfólks og fjölgun í 24 legurými úr 16.
Eftir margra ára stöðnun í uppbyggingu hjúkrunarheimila komin skriður á verkefni og framkvæmdir, enda hét ríkisstjórnin þjóðarátaki í umönnun eldra fólks. 2 ný hjúkrunarheimili voru opnuð á liðnu ári í Reykjanesbæ og Kópavogi með samtals 144 rýmum. Á næsta ári gert ráð fyrir fjölgun 280. Opnun skammtímahjúkrunarrýma léttir róðurinn á Landspítala. 100 slík rými eru að opna í Urðarhvarfi. Vífilsstaður með 45 rýmum verður enduropnaður í júní og Hlévangur með 24 rými næsta haust. Þá áhersla á hvers kyns heimaþjónustu, dagþjónustu, endurhæfingu og heilsueflingu. Það styttist í að ný bráðamatsdeild í Fossvogi verði tekin í notkun. Þetta finnst mér spennandi nýmæli í bráðaþjónustunni, þar sem markmið að dreifa betur álagi með breyttum ferlum og vinnulagi og bæta þjónustu við sjúklinga. Þrátt fyrir aðhald í ríkisfjármálum leggur ríkisstjórnin skýra og markvissa áherslu á uppbyggingu heilbrigðisþjónustu allt land. Í fjármálaáætlun áranna 2027 til 31 stigin stór skref í átt að sterkari, aðgengilegri og skilvirkari heilbrigðisþjónustu sem mætir þörfum landsmanna til framtíðar. Gert ráð fyrir verulegri aukningu á framlögum til heilbrigðismála en fjárheimildir til málaflokksins hækka 32 milljarða árið 2027 frá árinu 2025 og gert ráð fyrir áframhaldandi aukningu á öllu tímabili áætlunar. Með þessum viðbótarfjármunum lagður grunnur að víðtækum umbótum sem miða að því að stytta biðtíma, bæta þjónustu og styrkja innviði kerfisins. Góðir gestir, það margt að gerast og margt í bígerð. Stafrænir innviðir verða mikilvægari þáttur í heilbrigðiskerfinu, ekki síst við skráningu og varðveislu heilbrigðisupplýsinga og öruggri miðlun milli þjónustuveitenda. Nýsköpun og þróun fjarheilbrigðisþjónustu og stafrænna lausna sem gagnast heilbrigðisstarfsfólki og sjúklingum veltur einnig á uppbyggingu stafrænna innviða. Stafræn heilsa, ný eining innan ráðuneytisins, var stofnuð með þetta að leiðarljósi. Hlutverk hennar að efla og þróa stafræna innviði og nýsköpun í heilbrigðisþjónustu með áherslu á gagnaöryggi, heildarsýn og þróun lausna sem nýtast öllum. Einnig að bæta aðgengi sjúklinga á þjónustu og eigin upplýsingum. Stafræn heilsa tók til starfa í byrjun þessa árs og undir hennar hatti verða verkefni sem hafa verið hjá Landspítala, embætti landlæknis, Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu, heilbrigðisráðuneytinu og fleiri aðilum. Til að byrja með snúa verkefni hennar að nýsköpun, stöðlun, upplýsinga, öryggi og innviðum sjúkraskráa og ég vil nota þetta tækifæri til að þakka Landspítala gott samstarf í tengslu við þennan flutning. Það vandfundin starfsemi þar sem nýjungar jafn örar og á hátækni sjúkrahúsum eins og Landspítala. Ný tækni, ný lyf, nýjar rannsóknir sem leiða af sér nýja þekkingu við meðferð sjúkdóma, nýjar kröfur, ný verkefni, ný tækifæri og nýjar áskoranir. Landspítali helsti vettvangur landsins fyrir klínískar rannsóknir sem beinast að sjúklingum, nýjum lækningaaðferðum og lyfjaprófunum. Til framtíðar mun einnig einstaklingsniðin heilbrigðisþjónusta gegna veigamiklu hlutverki í þessu samhengi. Landspítali í samvinnu við Háskóla Íslands og fleiri vísindastofnanir farinn að undirbúa jarðveginn vel, stefna innleiðingu einstaklingsniðinnar heilbrigðisþjónustu hefur verið mótuð og ég mun leggja hana fyrir Alþingi næsta haust sem þingsályktunartillögu. Hagnýting gervigreindar í heilbrigðisþjónustu ryður sér ört til rúms. Hún farin að skipta verulegu máli nú þegar og án efa mikilvæg tækifæri framundan
á því sviði á næstu árum og áratugum. Það liggur í hlutarins eðli að Landspítali verður leiðandi í þeim efnum hér á landi og þetta fáum við að heyra meira hér á eftir. Traust og öryggismenning eru meðal mikilvægustu gæðaþátta hvers heilbrigðiskerfis. Þetta veit ég að eru ríkir þættir í stjórnun og starfsemi spítalans. Örugg heilbrigðisþjónusta nefnilega ekki sjálfgefin. Hún byggir á sterkri fagmennsku, góðri samvinnu, skýrum verkferlum og menningu þar sem stöðugar umbætur eru hluti af daglegu starfi. Það skiptir máli að fylgjast með tíðni sýkinga, endurinnlögnum, lyfjaöryggi og öðrum gæðavísum. Að sama skapi skiptir miklu máli að starfsfólk upplifi að það geti rætt áskoranir opinskátt og tekið þátt í umbótum. Mannauðurinn auðvitað grundvöllur þess að spítalinn geti veitt viðkvæma, margþætta og flókna þjónustu við veikt fólk líkt og hann gerir allan sólarhringinn, alla daga, árið kring. Ánægjulegt að sjá tölulegar upplýsingar sem sýna að starfsmannavelta á Landspítala lækkar jafnt og þétt, starfsánægja eykst og stjórnendamat kemur vel út og betur en áður. Ekki ólíklegt að þarna sé fylgni við vaxandi traust landsmanna til Landspítala sem mældist 78% í síðustu mælingu og setur hann í hóp þeirra stofnana landsins sem fólk treystir best. Til hamingju með þetta. En kæru gestir, það mikið rætt heilbrigðismál og heilbrigðisþjónustu í samfélaginu. Í fréttum og spjallþáttum fjölmiðla, í skoðanagreinum, á samfélagsmiðlum, inni á Alþingi og svo framvegis. Oftar en ekki umræðan með neikvæðum formerkjum og mér dettur stundum í hug þekkt vísa eftir Steingrím Thorsteinsson lastarann sem líkar ei neitt, sem þið þekkið kannski sum, en hún svona. Lastarann líkar ei neitt, lætur hann ganga róginn, finni hann laufblað fölnað eitt, þá fordæmir hann skóginn. Það í sjálfu sér auðvitað ekkert skrítið að heilbrigðismál séu mikið rædd og einkum það sem betur má fara. Þetta viðkvæm þjónusta sem kemur öllum við og við gerum öll miklar kröfur til þess að fá skjóta og góða þjónustu af miklum gæðum. Og við skulum ekki gleyma því að við Íslendingar búum við mjög gott heilbrigðiskerfi í alþjóðlegum samanburði. Þetta mælanlegur árangur sem við höfum skýr gögn og það full ástæða til að halda þessu til haga. Ísland hefur áfram mjög háar lífslíkur miðað við Evrópu og OECD-ríki með betri heilsufarsútkomur en víða annars staðar. Dánartíðni vegna meðhöndlaglegra sjúkdóma lág og árangur í bráðri meðferð hjartaáfalla sérstaklega góður. OECD bendir á að 30 daga dánartíðni vegna hjartaáfalls sé meðal þeirra lægstu innan OECD. Forðast má fleiri innlagnir en í flestum OECD-ríkjum sem bendir til tiltölulega árangursríkrar grunnþjónustu og samfellu í þjónustu. Ísland hefur náð góðum árangri í tóbaksforvörnum. Daglega reykingar fullorðina það lægstu í Evrópu undir 6%. Heilbrigðiskerfið hvað sem hver segir, almennt aðgengilegt með alhliða tryggingavernd fyrir alla íbúa og hlutfall þeirra sem upplifa óuppfyllta heilbrigðisþjónustu þörf undir OECD meðaltali. Ísland hefur sterkan mannafla í heilbrigðisþjónustu, sérstaklega hátt hlutfall hjúkrunarfræðinga og lækna miðað við mörg önnur ríki. OECD nefnir líka stafræna innviði og góða nýtingu rafrænna heilbrigðislausna sem mikilvæga styrkleika kerfis okkar. En mælanlegur árangur einmitt yfirskrift ársfundar Landspítala þessu sinni og hefur síðustu ár verið unnið markvisst að því að hafa aðgengilegar
upplýsingar fyrir stjórnendur og starfsfólk með helstu mælikvörðum árangur, öryggi og gæði. Framsetningin tryggir áreiðanleg gögn í rauntíma sem leiða til markvissrar stýringar og betri nýtingar fjármuna þannig að virði verði sem mest. Nú jafnframt í undirbúningi að veita almenningi innsýn í starfsemi spítalans með notendavænni framsetningu upplýsinga í mælaborðum á island.is. Birting slíkra upplýsinga opinberlega stuðlar að aukinni þekkingu úti í samfélaginu á flóknum verkefnum spítalans sem að eflir traust og tiltrú fólks á þessa mikilvægu stofnun í lífi okkar landsmanna. En kæru vinir, Landspítalinn eins og lífið sjálft. Þar skiptast á skin og skúrir, meðvindur og mótbyr. Ég þekki það af eigin reynslu að það afar krefjandi að starfa á spítalanum, en þetta jafnframt einstaklega spennandi starfsumhverfi og vinnan gefandi. Það eru spennandi tímar fram undan og ég sannfærð að við getum öll horft björtum augum til framtíðar þrátt fyrir margvíslegar áskoranir og vandasöm viðfangsefni. Ég vil að lokum þakka ykkur öllum kærlega fyrir vel unnin störf í oft krefjandi umhverfi og aðstæðum og óska ykkur og okkur öllum góðs gengis við að gera góða þjónustu enn betri. Kærar þakkir Alma fyrir þín góðu orð og hvatningu og ekki síst að boða betri tíð. Það eru nokkur praktísk atriði, það verður ekki gert hlé á fundinum enda dagskráin þétt. Það kaffi og vatn á borðum og síðan splunkunni ársskýrsla til að glugga í og taka með sér heim. En dagskráin spennandi og við höldum áfram og nú fáum við ávarp forstjóra Landspítala og ég býð Runólf Pálsson velkominn. Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk og góðir gestir. Ég ætla nú að byrja á því að þakka heilbrigðisráðherra fyrir hlý orð í garð spítalans. En nú þegar nokkuð liðið á 5. ár skipunartíma míns sem forstjóra Landspítala mér í mun að líta yfir þann árangur sem náðst hefur. Allt frá fyrsta degi hef ég lagt þunga áherslu á nýtingu gagna við stjórnun spítalans, á stofnun sem setur þá kröfu í hvívetna að byggt sé á gagnreyndri þekkingu við meðferð sjúklinga og því eðlilegt að ákvarðanataka stjórnenda sé einnig byggð á hlutlægum mælikvörðum sem staðfesta fagmennsku í ákvarðanatöku. Slík nálgun leiðir til aukins gagnsæis og sáttar meðal hagaðila á meðan ákvarðanir sem byggja á tilfinningu eða getgátum geta grafið undan trausti og haft neikvæð áhrif á menningu. Ennfremur tel ég einsýnt að gagnadrifin nálgun bæti og auki skilvirkni við nýtingu fjár, en fjármögnun spítalans byggist eingöngu á fjárveitingum frá hinu opinbera og kemur því úr okkar sameiginlegu sjóðum. Ábyrg nýting þess fjár því óumdeilt hagsmunamál okkar allra. Nú yfirskrift þessa fundar, mælanlegur árangur, í þessu ljósi viðeigandi. Í dag fáið þið innsýn í vegferð nokkurra starfseininga í átt að mælanlegum árangri. Góðan árangur má finna víða í starfseminni og var ekki auðvelt að velja verkefni til að draga sérstaklega fram hér á þessum ársfundi. Markverður árangur hefur náðst í lyfjaþjónustu spítalans á síðustu árum undir forystu Arnþrúðar Jónsdóttur, sem mun hér á eftir kynna fyrir ykkur aðferðir stjórnenda og starfsfólks sem leiddu til mælanlegs árangurs. Þá hefur eftirtektarverður vöxtur átt sér stað innan skurðlækninga, skurðstofu og gjörgæsluþjónustu spítalans undir forystu Þóris S. Sigmundssonar og mun hann fjalla afmarkaða áfanga á því sviði.
Einnig hefur tekist að stórauka skilvirkni svefnþjónustu spítalans sem leitt hefur til aukins aðgengis fyrir þjónustunotendur og verður spennandi að heyra erindi Ólafíu Ásu Jóhannesdóttur aðferðafræðina sem beitt var í því verkefni. Loks mun Magnús Gottfreðsson fjalla mælanlegan árangur í vísindastarfi, en eins og margir vita þá hefur vísindastarfsemi á Háskólasjúkrahúsinu Landspítala ekki verið ræktuð sem skyldi, leyfi mér að segja, árabil og hætt við að það komi niður á frammistöðu spítalans á þessu sviði. Árið 2025 einkenndist, líkt og undanfarin ár, af vaxandi eftirspurn eftir þjónustu Landspítala og má rekja þessa þróun til breytinga á íslenskri samfélagsgerð sem leiða til aukins álags innan heilbrigðisþjónustunnar. Íbúum fjölgar, við lifum lengur og jafnframt lifum við lengur með ýmsa langvinna sjúkdóma sem krefjast meðferðar. En þrátt fyrir mikið álag sem óneitanlega fylgir þessari þróun, tókst starfsfólki spítalans að ná fram verulegum árangri á fjölmörgum sviðum og sýndi enn á ný að Landspítali kjölfesta íslenskar heilbrigðisþjónustu. Árið einkenndist af fagmennsku og nýsköpun, en jafnframt af skýrum vísbendingum að kerfisbreytingar eru óhjákvæmilegar ef tryggja á sjálfbæra og örugga þjónustu til framtíðar. Ekki hægt að líta fram hjá þeirri staðreynd að brotakennd vegvísun innan heilbrigðiskerfisins og óljós hlutverkaskipting milli þjónustustiga hefur áhrif á bæði sjúklinga og aðstandendur, en einnig skilvirkni og rekstrarhagkvæmni kerfisins. Á þessu sviði hefur framtíðarsýn og skýra stefnumörkun skort að mínu mati. Afmarka þarf hlutverk Landspítala betur innan heilbrigðisþjónustunnar ásamt því að skapa spítalanum fullnægjandi aðstöðu til að sinna verkefnum sínum. Ennfremur brýnt að skilgreina betur hlutverk annarra lykileininga heilbrigðisþjónustunnar eins og heilsugæslunnar og einkarekinnar annars stigs þjónustu. Hámarka þarf nýtingu allra úrræða með hliðsjón af skynsamlegri forgangsröðun verkefna með þarfir þegna samfélagsins að leiðarljósi. Leita þarf allra leiða til að auka skilvirkni og gildir það Landspítala eins og aðrar stofnanir. Á þetta einmitt lögð aukin áhersla þessa mundir, meðal annars til að skapa tíma fyrir fagfólk svo það geti sinnt verkefnum á sviði háskóla hlutverksins. Grunnforsenda aukinnar skilvirkni nálgun sem byggir á greiningu gagna svo hægt sé að sýna fram á mælanlegan árangur. Framleiðni eitt af lykil hugtökum í rekstri sjúkrastofnana, ekki síst stórra sjúkrahúsa. Framleiðni lýsir því hversu vel tekst að umbreyta aðföngum, mannafla, fjármagni og innviðum í formi klínískrar þjónustu sem fullnægir gæða- og öryggisviðmiðum. Athyglisvert að alþjóðlegar rannsóknir, samanburðarrannsóknir hafa sýnt fram á verulegan mun á framleiðni milli norrænna háskólasjúkrahúsa. Þrátt fyrir að skipulag heilbrigðiskerfa landanna sé hliðstætt. Á undanförnum árum hefur tekist að auka framleiðni Landspítala umtalsvert og birtist það í fjölda framleiddra DRG eininga á hvert stöðugildi, en við erum fremur skammt á veg komin í þróun þjónustutengdra fjármögnunar og brýnt að áfram verði unnið að þróun þessara fjármögnunar aðferðar með vandaðri áætlanagerð á gagnsæjan máta. Óneitanlega geta ytri þættir haft veigamikil áhrif á afkastahvetjandi fjármögnunarkerfi. Til dæmis þegar ófullnægjandi vistunarúrræði fyrir aldraða leiða til flæðisteppinna spítalans sem hefur í för með sér skort á legurýmum fyrir einstaklinga sem gangast eiga undir skurðaðgerð. Eitt af því sem háir Landspítala skortur á samkeppni og samanburði við aðrar innlendar stofnanir. Því þeim raunin ekki til að dreifa. Afleiðingin oft á tíðum sú að dregin fram samanburður Landspítala við annars stigs þjónustu. En það ekki heppilegur samanburður því ólíka þjónustu að ræða. Nauðsynlegt að leiðrétta fyrir samsetningu sjúklingaþýðis, en það yfirleitt ekki gert þegar slíkum samanburði beitt. Flókin samsetning sjúklingaþýðis hefur afgerandi
áhrif á rekstrarkostnað háskólasjúkrahúsa til að mynda, sem sinna hlutfallslega stórum hópi sjúklinga sem stríðir við alvarleg veikindi, ofta fjölþættum toga og þarfnast iðulega sérhæfðra inngripa og leiðir það til hærri kostnaðar á hvern sjúkling og lengri legutíma. Nýverið gerði ég að umtalsefni í fréttabréfi Landspítala, Spítalapúlsinum, þau áhrif sem hlutastörf og samhliða störf á vettvangi einkarekinnar heilbrigðisþjónustu hafa á háskólahlutverk spítalans. Landspítali er eina háskólasjúkrahús landsins og gegnir í því samhengi mikilvægu hlutverki á sviði menntunar, vísinda og nýsköpunar. Ég hef starfað á Landspítala í ólíkum hlutverkum í 30 ár, nú í rúm 4 ár sem forstjóri spítalans og tel að þróun sem orðið hefur innan einkarekinnar læknisþjónustu valdi kerfislægum óstöðuleika. Er þetta fyrst og fremst komið til vegna þeirra áskorana sem skapast þegar hátt hlutfall sérfræðilækna eru í hlutastarfi á spítalanum og gegna jafnframt aukastarfi utan hans þar sem tækifæri eru til mikillar tekjuöflunar. Þessar áskoranir felast meðal annars í erfiðleikum við skipulag mönnunar, neikvæðum áhrifum á samfellu í þjónustu við sjúklinga og aðstandendur og ófullnægjandi þátttöku í kennslu og vísindastarfi. Þessu tengt þá skýtur skökku við að greiðslur til sérgreinalækna samkvæmt rammasamningi fyrir verk þeirra á eigin stofu lúti ekki takmörkum líkt og greiðslur spítalans fyrir verk innan þjónustutengdrar fjármögnunar. Þetta er að sjálfsögðu alvarleg kerfislæg skekkja sem nauðsynlegt er að bregðast við með aðgerðum til að rétta hlut opinberrar heilbrigðisþjónustu. Ég hef í þessu samhengi vaxandi áhyggjur af uppbyggingu þekkingar og færni til framtíðar innan spítalans og sé stjórnvöld ekki sína stuðningi verki þessu til handan. Þvert á móti hafa tillögur afmörkun fjármuna til vísindastarfs ekki fengið brautargengi, sérnám í læknisfræði verið ófjármagna árum saman og nú síðast ekki staðið við útgjöld vegna undirritaða kjarasamninga lækna. Ég tel brýnt að nefna þessi atriði hér vegna þess hve gífurleg áhrif þau hafa haft og munu hafa á rekstur spítalans til framtíðar ef ekki verður aðhafst með veigamiklum áherslubreytingum innan íslenskar heilbrigðisþjónustu. Árið 2025 í rekstri spítalans var þungur róður og stefnir í enn erfiðari stöðu í ár. Fjárveitingar hafa ekki þróast í takt við áætlanir og greiðslur fyrir unnin verk ekki fengist að fullu innheimtar. Þetta veldur mér vonbrigðum einfaldlega vegna þess að fjármögnun er grunnforsenda framþróunar á flestum sviðum spítalareksturs. Yfirstjórn spítalans hefur lagt mikinn metnað í að tryggja rekstur innan fjárlaga síðustu ár. Þetta hefur kostað mikið aðhald sem óhjákvæmilega hefur komið niður á þróun, ekki síst hvað háskólahlutverki snertir. Háskólahlutverk Landspítala er afar mikilvægt samfélagshlutverk sem óhætt er að segja að hafi árabil verið hornreka í starfsemi spítalans. Slík vanræksla má ekki viðgangast ef við ætlum okkur að viðhalda hér heilbrigðisþjónustu í háum gæðaflokki. Nemendum í heilbrigðisvísindagreinum hefur fjölgað og er fyrirsjáanlegt að þörf verði fyrir enn frekari fjölgun ef mæta á þörf fyrir vel þjálfaðan mannauð innan heilbrigðisþjónustunnar í framtíðinni. Áratugum saman reiddum við okkur á framhaldsmenntun okkar fagfólks, einkum lækna, í öðrum löndum. Stór hluti þessa framhaldsnáms hefur flust hingað heim á síðustu árum og er útlit fyrir að sú þróun haldi áfram. Til að mæta þessu umfangsmikla verkefni þarf öflugt háskólasjúkrahús og því verður ekki lengur vikist undan því að styrkja þennan mikilvæga þátt í starfsemi Landspítala. Fjármagna þarf áframhaldandi uppbyggingu hermiseturs og kostnaðarsama framhaldsmenntun meðal annars sérnám lækna. Ennfremur er vísindastarfsemi spítalans kjarnaþáttur í starfsemi háskólasjúkrahúsa. Við höfum til langs tíma verið eftirbátar nágrannaþjóðanna hvað varðar þann þátt og úr því verður að bæta. Óháð því hvernig vindar munu blása í íslensku samfélagi á næstu árum er ljóst að stórar áskoranir blasa við ef tryggja á fullnægjandi hátt nýliðun heilbrigðisstarfsfólks á komandi árum. Því hefur verið unnið markvisst að því að efla samstarfið við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands en jafnframt verður að koma til aukinn fjárstuðningur af hálfu yfirvalda. Líkt og síðustu ári beðið með eftirvæntingu eftir nýju mannvirkjunum við Hringbraut.
þar sem húsakostur Landspítala er komið verulega til ára sinna og telst víða vart boðlegur, hvorki sjúklingum né starfsfólki. Flutningur bráðastarfsemi spítalans á einn stað má einnig ætla að verði rekstrarlega mjög hagkvæm aðgerð þar sem núverandi tvískipt bráðaþjónusta krefst 2 mannaðra kerfa. Flutningurinn í meðferðarkjarnan og rannsóknarhúsið er tilhlökkunarefni og mun hafa í för með sér byltingu í þjónustu og starfsumhverfi spítalans. Þessi umskipti munu þó krefjast mikils af starfsfólki á meðan undirbúningi stendur og því óhætt að segja að sé að ræða stærsta umbreytingaverkefni sem við höfum séð hérlendis. Markviss undirbúningur þessa verkefnis hófst fyrir alvöru á árinu 2025 og er meðal annars lögð áhersla á umbreytingu menningar innan spítalans sem er rótgróin eftir áratuga þróun þar sem sílómyndun hefur verið áberandi. Því hefur verið lögð höfuð áhersla á stöðlun og samþættingu verkferla þvert á spítalans síðustu ár og mun sú vinna halda áfram að fullum þunga. Stjórnskipulag Landspítala hefur einnig verið í sífelldri þróun eins og eðlilegt er á stofnun í miklum breytingafasa, en stöðugt þarf að aðlaga það að þróun starfseminnar og þjónustunnar, ekki síst þegar hagræðingaraðgerðir eru óumflýjanlegar. Af og til er því haldið á lofti að yfirbygging stjórnunar á Landspítala hafi þanist út og sé óhófleg. Staðreyndin er sú að síðustu ár hefur verið haldið aftur að miðlægri yfirbyggingu en þeim mun meiri áhersla lögð á að fjölga klínísku störfum og efla framlínustjórnun. Samanburður við erlend háskólasjúkrahús undirstrikar þetta. Í þessu samhengi hefur áhersla verið lögð á stöðlun innan miðlægra stjórnunar til að vinna gegn áðurnefndri sílómyndun en einnig til að auka gagnsæi og traust innan starfseminnar. Framúrskarandi starfsfólk Landspítala ber upp í þjónustu spítalans. Það verður því að segjast að einn uppáhaldsviðburðurinn minn á ári hverju er þegar starfsmenn eru heiðraðir á ársfundi. Þá kristallast í afburðar einstaklingum þar sem við viljum sjá og ýta undir í fari starfsfólks Landspítala, fagmennska, umhyggja, öryggi og framþróun. Einnig er ferlið fram að heiðrun ánægjulegt því ákveðin liðsheild og kærleikur meðal starfsmanna birtist í þeim fjölmörgu tilnefningu sem berast. Í ár var sú breyting að einnig eru á ársfundunum veittar viðurkenningar til heiðursvísindamanns og ungs vísindamanns spítalans sem áður fóru fram á vísindum á vordögum, uppskeruhátíð vísinda á Landspítala sem nú í vor var haldin í samvinnu við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands í fyrsta sinn. Ýmis gleðileg merki hafa komið fram sem staðfesta þá sannfæringu mína að spítalinn búi yfir afburðafæru starfsfólki. Traust til stofnunarinnar hefur vaxið ár frá ári og mælist traust til Landspítala einna mest meðal opinberra stofnana landsins. Það er starfsfólki að þakka. Einnig staðfesta mælingar að notendur þjónustunar eru ánægðir með viðmót starfsfólks sem bendir tvímælalaust til fagmennsku og umhyggju í samskiptum okkar við sjúklinga og aðstandendur. Árangur hefur náðst í því að laða starfsfólk til starfa og hlúa því eftir fremsta megni. Þá hefur dregið úr starfsmannaveltu sem sýnir tryggð starfsfólks við stofnunina og metnað þess til að leggja sitt af mörkum til mikilvægrar þjónustu og heildarhagsmuna samfélagsins. Hátt veikindahlutfall starfsfólks er hins vegar áhyggjuefni sem nauðsynlegt er að bregðast við og er þegar hafin vinna í því efni. Stuðningur við starfsfólk er gríðarlega mikilvægur þáttur, bæði hvað snertir líkamlega og andlega heilsu. Á því sviði hef ég metnað til að gera betur og mun aðgerðir þar að lútandi verða kynntar áður en langt líður. Ágætu gestir, þegar ég horfi öxl blasir við að á síðustu 4 árum hefur verið ráðist í ógrynni umbótaverkefna sem miðaði að efla þjónustu og háskólahlutverk Landspítala. Ásamt því að leitast við að skapa viðunandi starfsumhverfi fyrir okkar frábæra starfsfólk. Er ráðist í þessi verkefni samhliða öllum þeim venjubundnu viðfangsefnum sem okkur ber að sinna og hafa þau raunar reynst umfangsmeiri en lög gera ráð fyrir vegna úrræðaleysis utan spítalans. Á stórri stofnun með mikla ábyrgð og flókin viðfangsefni er þetta líklega ekki óvenjulegt og má ætla að verkefnin haldi áfram að hrannast upp á næstu árum. En svo grunnaðferðafræði er byggist á gagnadrifinni nálgun og árangursmælingum og höfð hefur verið í hávegum síðustu ár og fjalla verður hér á eftir mun án efa styrkja okkur
í viðureign við þær áskoranir sem fyrirsjáanlegar eru á komandi árum. Takk fyrir. Takk kærlega, Runólfur. Það mjög mikilvægt að heyra þína skýru sýn á stöðu og stefnu spítalans. Ekki síst þegar við erum að ræða mælanlegan árangur, því að árangur verður bæði til með skýrri framtíðarsýn og markvissi framkvæmd með gildi spítalans að leiðarljósi. En nú verður komið að ársreikningi, árangri í áætlunargerð og fjármögnun. Kannski ekki alltaf vinsælasta umfjöllunarefni hjá öllum, en þegar allt kemur til alls, það endurspeglar fjármál og rekstur ekkert annað en mannauðinn okkar og þjónustu. Þannig ég býð Gunnar Ágúst Beintinsson, framkvæmdastjóra rekstrar og mannauðssviðs, velkominn. Takk fyrir þessa kynningu, Margrét. Ég skal reyna að glæða tölurnar lífi og vera skemmtilegur. Gaman að sjá okkur öllir í dag. Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk, góðir gestir, til hamingju með daginn. Ég ætla að skipta þessu erindi mín í tvennt. Ég ætla að byrja á því að fara yfir ársreikninginn fyrir árið 2025 og síðan ætla ég að rýna í starfsemina með áherslur og árangur og áætlanagerð og fjármögnun. Ég ætla að reyna að teikna stóru myndina á þessum stutta tíma sem ég hef. Byrjum á því að fara yfir rekstrarreikninginn. Tekjur Landspítala á árinu 2025 voru 125,3 milljarðar og hækkuðu tæpa 8,4 milljarðar króna milli ára eða 7,2%. Þar á hækkaði tekjufært ríkisframlag 7,5 milljarða eða 7,3% milli ára. Það sem drífur hækkununa milli ára fyrst og fremst launaendurmat ríkisins vegna nýrra kjarasamninga og líka almennar verðlagsbætur. En að auki hækkaði rekstrarframlagið 1,3% vegna raunvaxtar umfram hagræðingarkröfu. Aðrar rekstrartekjur eru 14,5 milljarðar en það eru tekjur af útseldri rannsóknarþjónustu, tekjur af greiðsluþátttöku sjúklinga og tekjur af þjónustu við ósjúkratryggða sjúklinga. Þessi liður hækkar 0,8 milljarðar króna eða 6,1%. Rekstrargjöld voru 30,6 milljarðar og hækkuðu 0,8 milljarðar milli ára eða 2,7%. Sem minni hækkun en nemur almennri verðlagsþróun og því raunlækkun milli ára að ræða. Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna ná til tækja og búnaðar og endurbóta og nýframkvæmda. Afskriftir tækja og búnaðar hækkaði 3,1% milli ára en afskriftir að eignfærðum endurbótum og nýframkvæmdum hækkaði 13,3% milli ára. Fjármagnstekjur voru hærri en fjármagnsgjöld. Afkoma ársins í rekstri var neikvæð 903 milljónir króna sem 0,7% af heildartekjum. Það verri afkoma en undanfarin ár og liggur meginskýringin í hækkun launakostnaðar í kjölfar kjarasamninga. Ef launaendurmat hefði mætt raunkostnaði kjarasamninga og umfram framleiðsla hefði verið að fullu bætt og fullu fjármögnuð, þá má áætla að rekstur spítalans væri í jafnvægi og afkoma jákvæð. Launagjöld vegna fastra launa voru 55,7 milljarðar og hækkuðu 5,5 milljarða milli ára eða 11%. Hækkunin skýrist af kjarasamningsbundnum hækkunum annars vegar og fjölgun starfsfólks hins vegar. Starfsfólki fjölgaði 154 eða 2,4% milli ára og dagvinnustöðugildum fjölgaði 153 stöðugildi eða 3%. Greidd dagvinnustöðugildi voru þó færri en áætluð stöðugildi. Spítalinn glímir því enn við undirmönnun þrátt fyrir fjölgun stöðugilda. Skoðum það nánar aðeins á næstu glæru. Eins og þið þekkið þá glímir íslenskt heilbrigðiskerfi við mönnunarvanda eins og reyndar heilbrigðiskerfi víða heim.
Það er meginmarkmið heilbrigðisyfirvalda að styrkja stoðir og innviði heilbrigðisþjónustu, meðal annars með því að efla mönnun. Dökku súlurnar sem við sjáum hér sýna þróun greiddra stöðugilda síðustu 10 ár. Á 10 árum hefur jafnt og þétt tekist að fjölga stöðugildum eins og myndin sýnir. Það sé stökk þarna árið 2021 með rauðu örinni, en þá var samið betri vinnutíma við flestar heilbrigðisstéttir og vinnuskyldan styttist. Hvað þýðir það? Jú, í staðinn þurfti að fjölga stöðugildum ýmist með því að semja við starfsfólk hækkun starfshlutfalls eða fjölga starfsfólki, nú eða kaupa breytilega yfirvinnu. Aftur sé stökk aðeins minna á síðast ári þegar kjarasamningur lækna var innleiddur með styttingu vinnutíma. Þegar leiðréttið fyrir vinnutíma styttingunni, þannig að við séum að bera saman epli og epli, þessi 2 tímabil, og við skoðum ljósbláu hattana á súlunum, en þeir sýna hver raunveruleg þróun stöðugilda hefur verið ef miðað við sömu vinnuskyldu allt tímabilið. Í raun má segja að 5 ára styrking í mönnun frá 2016 til 2021 hafi verið nettuð út með styttingunni. Við erum núna fyrst á svipuðum stað í mönnun 5 árum seinna. En á sama tíma hefur auðvitað eftirspurnin eftir þjónustunni líka vaxið stöðugt. Sjáum þetta aðeins betur á næstu mynd. Ég reyndi að útskýra þetta mönnunargat. Hér sjáum við þróunina fyrir 2 fjölmennustu heilbrigðisstéttirnar, hjúkrunarfræðinga og lækna. Og rauða línan, hún sýnir þetta mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum, sem nú er búið að brúa 5 árum seinna. Svipað mönnunargat er nú byrjað að myndast hjá læknum. Að launagjöldum. Önnur launagjöld, voru 21 milljarður og hækkuðu 1,5 milljarða eða 7,9% milli ára. Þau samanstanda fyrst og fremst af vaktalaunum og breytilegri yfirvinnu. Yfirvinnan hefur vaxið mest vegna undirmönnunar og var vöxturinn mestur í tengslu við styttingu vinnuskyldu hjá læknum á síðasta ári. Færum okkur yfir í efnahagsreikningin. Gott að rekstrarreikningurinn er búinn. Eignir í efnahagsreikningi hækka 6,8% milli ára, aðalega vegna skammtímakrafna. Þá er höfuðstóll sem var jákvæður rúma 600 milljónir í lok árs 2024, nú orðinn neikvæður 300 milljónir. Það var tap 900 milljónir, þannig að þetta er rétt starffræði. Nú er yfirferð yfir ársreikningin lokið og næst ætla ég að fara yfir áætlanagerð og fjármögnun spítalans. Landspítali fylgir ákveðnu ferli við áætlanagerð og yfir 70% af heildarútgjöldum er varið í greiðslu launa og launatengdra gjalda. Og því mikil áhersla lögð á uppbyggingu mönnunarlíkana. Spítalinn gerir líka langtíma áætlanir í tækja- og húsnæðismálum. Runólfur ræddi hérna áður eftirspurn eftir þjónustunni og í tengslu við áætlanagerð þá skiptir máli að vita hver eftirspurnin er eftir þjónustunni. Brotalínan sem við erum að horfa á sýnir þróun mannfjölda á Íslandi. Mannfjöldi á Íslandi hefur vaxið 40% frá síðustu aldamótum og hann mun vaxa annað eins til ársins 2050 samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar. Hér sjáum við aðra línu, en þar af fjölgar eldri aldurshópum að jafnaði hraðar en þeim yngri í þessari mannfjöldaspá. Skjólstæðingar Landspítala eru langflestir í eldri aldurshópnum. Að því leiðir að eftirspurnin eftir þjónustu Landspítala hefur vaxið jafnvel hraðar en mannfjöldin. Það sjáum við hérna á bláu línu. Út frá aldurssamsetningu okkar skjólstæðinga í aldurshópnum 60 ára eldri þá er hann tvöfaldast frá síðustu aldamótum. Hann hefur tvöfaldast og mun halda áfram að vaxa á svipuðum hraða næstu 25 ár, samkvæmt spá Hagstofunnar. Hvað þýðir það fyrir okkur? Jú,
Út frá aldurssamsetningu okkar skjólstæðinga getum við metið þróun eftirspurnar með við mannfjöldaspá og aldurssamsetningu þjóðarinnar. Eftirspurnaraukningin þannig metin hafa verið 2,2% að meðaltali ári síðustu 25 ár og með við mannfjöldaspá verður hún að meðaltali 2,7% á næstu 25 árum að öðru óbreyttu. Samanlagt meirinn 120% vöxtur á þessum 50 árum. Samfélagið þarf að vera meðvitað þessar breytingar og verkefninu framundan. Þessi spá undirstrikar nauðsyn þess að nýta fjármuni sem best og auka skilvirkni með öllum ráðum svo við ráðum við verkefnið. Ef við skoðum aðeins síðustu 7 ár, sem eru svona nær okkur í tíma, að samkvæmt því og línunum þarna áðan, hefur eftirspurn eftir þjónustu spítalans vaxið 14% frá árinu 2019 eða frá því fyrir COVID-faraldur. Það meðaltalið 2,3% vöxtur á ári. Grunnfjárveitingar ríkisins til spítalans hefur á sama tíma vaxið að raunvexti 8,7%. Það áhyggjuefni ef bilið milli eftirspurnar og fjármögnunar þjónustunar heldur áfram að gliðna. Þegar horft til veittra þjónustu má til dæmis mæla hana í framleiddum DRG-einingum. Vöxtur framleiðslunnar, eins og lína sýnir hér, á sama tímabili rúm 10% og það þrátt fyrir 3 ára tímabil 2020 til 2022 þar sem nánast engin vöxtur var í framleiðslu meðan COVID-faraldurinn gekk yfir. Eftir þær hrakningar erum við að ná vopnum okkar á nýjan leik og framleiðsluaukning hefur verið hröð undanfarin 3 ár. Þrátt fyrir það erum við ekki að mæta eftirspurnaraukningunni fyllilega og það sjáum við meðal annars birtast í biðlistum sem ekki hefur tekið að vinna niður nægilega hratt. Og við sjáum einnig birtingarmynd þess í skorti á legurýmum og yfirfullri bráðamóttöku eins og ítrekað hefur verið fjallað um. Á sama tíma vex rekstrarvandi eins og ársreikningurinn ber með sér, einkum vegna óbeinnar hagræðingarkröfu í tengslum við kjarasamninga ríkisins og síðan vegna beinnar hagræðingarkröfu í fjárlögum meðal annars til innkaupa og rannsókna. Við verðum einnig að spyrja okkur hvort raunhæft sé að auka hagræðingarkröfu til sjúkrahúsþjónustu þegar þessi þróun sem hér lýst blasir við. Þrátt fyrir þær áskorunir sem hér hefur verið lýst, þá hefur margt áunnist á undanförnum árum í fjármögnun sjúkrahússins. Grunnfjárveitingar ríkis til Landspítala taka breytingum milli ára byggt á verðlagsþróun, launaendurmati kjarasamninga, fjármögnun nýrra verkefna, raunvexti og hagræðingarkröfu. Helmingur af klínísku þjónustu spítalans fellur undir samning spítalans við Sjúkratryggingar Íslands þjónustu tengda fjármögnun. Í tengslum við samningin við SÍ á hverju ári gerð áætlun framleiðslu. Það þó þjónustu sem unnt að veita fyrir grunnfjárveitinguna. Sú samda framleiðsla vex milli ára í takt við raunvöxt fjárveitinga. Græna línan sýnir hver raunvöxtur grunnfjárveitinga að frádreginni hagræðingarkröfu hefur verið frá því fyrir COVID-faraldur eða samtals 8,7%. Að meðaltal hefur vöxturinn verið 1,5% á ári. Umbunapottur þjónustutengdra fjármögnunar var stækkaður frá og með árinu 2023 samhliða nýjum samningi. Brotalínan sýnir þróun fjárveitinga með þjónustutengdri fjármögnun eða samtals 9,9%. Greiðslur úr umbunapotti hafa aukist frá þeim tíma og vöxturinn að meðaltali á tímabilinu komin í 1,7. Skoðum þetta aðeins nánar. Skoðum greiðslur úr umbunapotti og sjóði vegna biðlista átaks. Það verður hækkun á framlagi vegna framlagi þegar þjónustutengda fjármögnun tók gildi og svigrúmið í umbunapottinu var aukið árið 2023. Sjáum það hérna á myndinni, það stórt stökk hérna á milli frá 2022 til 2023. Þessi vöxtur ásamt raunvexti grunnfjárveitinga hefur meðal annars gert spítalanum kleift að fara í endurskoðun á mönnunarviðmiðum á spítalanum til að stuðla að bættri og öruggari mönnun. Á síðasta ári var til dæmis ráðstafað fé til að styrkja mönnunarviðmið á bráðalegudeildum í lyflækningum og skurðlækningum. Þrátt fyrir vöxtinn í fjárveitingum eykst ófjármögnuð framleiðsla á síðasta ári. Það ekki síst vegna þess að sjúkrahúsið gat ekki uppfyllt markmiðum biðlistaátak sem fjármagnað sérstaklega á hverju ári
Fjölgun bráðveikra og fjölgun sjúklinga með færni og heilsumat sem ekki geta útskrifast að lokinni meðferð teppir legurými og tekur þannig stærra og stærra hlutfall af framleiðslugetunni. Sú framleiðsluaukning er ekki að fullu fjármögnuð því umbunapottur þjónustengdra framleiðslu dugir ekki til. Þetta hægir svo aftur á framleiðslu valkvæðra aðgerða á biðlistum svo að á síðasta ári gat spítalinn ekki uppfyllt biðlista átak að fullu. Þar með eru greiðslur skertar úr biðlistapotti. Spítalinn er í raun og veru þannig refsað tvisvar. Fær ekki umframframleiðslu í bráðaþjónustu að fullu fjármagnað á sama tíma minnkar fjármögnun vegna biðlista átaks. Heilbrigðisráðuneytið mildaði þessi áhrif á rekstur með einskiptis framlagi árslok. Ella hefði rekstrarniðurstöð orðið enn verri. Skoðum þessa þróun aðeins nánar en hlutfall sjúklinga með færni og heilsumat af meðal fjölda inniliggjandi hefur vaxið úr 7,7% árið 2020 í 13,8% árið 2025. Ég er aðeins að kíkja hérna yfir áramótin og segja að verst hafi staðan verið í byrjun árs 2026 þegar 50 hver sjúklingur sem lá á spítalanum var með færni og heilsumat. Þetta hefur lagast og við hlustuðum á ráðherra hérna áðan. Þetta hefur lagast nýlega með opnun nýrra úrræða utan spítalans en þetta sýnir bara hve viðkvæm staðan er. Hin hliðin á peningnum sjáum við á þessari glæru. Við sjáum hina hliðin á peningnum. Sjúklingar sem dvelja lengur en 24 klukkustundir á bráðamóttökunni fjölgar samhliða og margir af þessu sjúklingum leggjast aldrei inn á legudeildir spítalans heldur útskrifast beint heim eftir legu á bráðamóttökunni. Rétt hérna aðeins í lokin fjármögnun og húsnæði og tækjum. Og ef við skoðum þá næst fjármögnun á fjárfestingaframlagi til endurbóta og nýframkvæmda á húsnæði, tækja og búnaðar. Grunn fjárfestingaframlagi hefur ekki hækkað síðan 2018 og engin verðlagsuppreikningur hefur verið gerður milli ára og heldur ekki reikna með innri vexti. Til þess að vera á sama stað í dag og 2018 þá vantar spítalanum 364 milljónir á ári. Við getum öll ímyndað okkur að vera að fara út í búð að kaupa í matinn og með launaseðilinn frá 2018. Þetta er svona svipað. Við megum samt ekki gleyma því að á sama tíma hafa staðið yfir mikla framkvæmdir við nýja meðferðarkjarna og rannsóknarhús sem áttu í raun og veru að vera komna lengra og þessu framkvæmdir hefur aðeins seinkað. Og því hefur Landspítalinn þurft að grípa til svokallara brúarlausna. Ein af þeim var endurnýjun á réttar- og öryggisskilyrðum á Kleppi en þar fékk spítalinn rúmlega 650 milljónir í einskiptis framlagi í fyrra eins og sést hér á myndinni. Og vert að þakka sérstaklega fyrir það. Önnur brúarlausn er gerð bráðamatsdeildar en hún er fjármögnuð af nýja Landspítalanum. Ef við færum okkur aðeins yfir í tækin, sama þróun hefur átt sér stað, hvað varðar fjárfestingaframlagi til kaupa á tækjum og búnaði. Grunn fjárfestingaframlagi hefur ekki hækkað síðan 2018 og til þess að vera á sama stað í dag og 2018 þá vantar spítalanum 982 milljónir á ári. Þetta gerist á sama tíma og eftirspurn eftir þjónustunni eykst og áður er lýst. Heilbrigðisráðuneytið hefur á tímabilinu nokkru sinnum veitt einskiptis fjárveitingar til bráðakaupa á stærri búnaði til að koma í veg fyrir öryggisógn í rekstri. Dæmi það er línurhraðall upp á 650 milljónir árið 2024. Ef ég reyni að taka þetta allt saman í lokaglæru hjá mér, þá hefur framleiðsluaukning verið 10,3% frá 2019 eins og ég sýndi áðan. Á sama tíma hefur mönnun aukist 5,6% leiðrétt fyrir betri vinnutíma. Þetta þýðir að framleiðni og stöðugildi hefur vaxið 4,4% frá því fyrir COVID. Og það má segja ef húsnæði og flæðisvandi væri ekki hamlandi þáttur þá má leiða því líkum að framleiðsla og framleiðni aukning væri enn meiri. Ég læt þetta duga að þessum talna kokteil. En að lokum vil ég hrósa starfsfólki því þessi árangur hefur ekki náðst án þeirra. Gleymum ekki að njóta dagsins, lífið blómstrar þegar við nærum það með von og gleði.
Takk fyrir mig og ég fyrir glaður inn í sumarið. Takk fyrir Gunnar og takk fyrir að setja tölurnar í samhengi við starfsemina. Því það alveg skýrt að á bakvið hverja krónu eru verðmætin í okkar mikilvæga hlutverki sem að verða þjóðarsjúkrahús sem að enginn vill vera án þegar mest á bjátar. En núna ætlum við að dempa okkur í næsta hluta dagskrár þar sem við fáum 4 erindi sem öll tengjast árangri á ólíkum sviðum spítalans. Fyrst heyrum við mælanlegan árangur í lyfjaþjónustu spítalans og ég býð Arnþrúði Jónsdóttur, forstöðumann lyfja- og næringaþjónustu, sérstaklega velkomna. Gaman að vera með ykkur í dag. Takk. Heilbrigðisráðherra hún farin, eða hvað? Já. En kæra samstarfsfólk og aðri gestir, virkilega gaman að vera með ykkur. Í nútíma heilbrigðisþjónustu þá bara sífellt meiri krafa að sýna árangur. Og það ekki nóg að segja að verkefni hafi gengið vel. Maður að sýna fram á það með gögnum. Í fyrra voru í lyfjaþjónustu þar sem við störfum alltaf 6 milljónir eininga afgreiddra deilda spítalans. En við í lyfjaþjónustu, við sjáum það að tryggja þessi til rétt lyf á spítalanum, að þessi réttu magni og jafnframt lágmarka kostnað en ekki á kostnað sjúklinga og öryggi þeirra. Við erum inn á lyfjaherbyggjum til þess að sinna ákveðinni þjónustu og meðal annars afgreiða allar þessar einingar. 21% aukning síðustu árin sýnir aukið umfang vegna flóknari meðferða og veikari sjúklinga. Við erum að vinna mjög mikið handvirkt í dag og erum svona að sjá það að kostnaður að aukast, mikið umfang. Við erum að fá tækniframfarir í nýja spítalunum á Hringbraut sem við heyrt hérna í dag. En þangað til þá þurfum við að gera eitthvað til að bregðast við þessu, við þurfum að breyta ferlum og við komumst að því að við þurftum að fara af stað í umbóta vegferð. Og við byrjuðum þessa vegferð fyrir 6 árum síðan og þegar við erum að horfa í það að reyna að halda að okkur kostnaði og bæta okkur, vinna öðru vísi, að þá ekki nóg að horfa bara á innkaupsverð lyfja eða ferla, heldur við þurfum að horfa á fólkið raunverulega, manneskjurnar sem standa á bak við þetta og að vinna vinnuna. Og þetta svona nálgunin okkar, að fara aldrei á stað með einu verkefni nema við höfum mælanlegan árangur, að verkefni styður við öryggi sjúklinga og að við séum að horfa í áttina nýjum spítala og þær tækni nýjungar sem eru þar. Þannig að við erum að undirbúa okkur. Birgðaþjónustan sem ég nefndi áðan svona ein af þessum þjónustum sem hefur verið mikil eftirspurn eftir á spítalanum frá okkur í lyfjaþjónustu. En það var erfitt að velja hvað ég ætlaði að taka fyrir af því það gríðarleg uppbygging á mörgum einingum hjá okkur. Gæðakerfið okkar hefur stóreflst. Við erum með klíníska lyfjafræðinga sem að vinna mjög öflugt starf og mjög spennandi verkefni sem eru í gangi þar. Við erum með lyfjaskömmtun fyrir 70% sjúklinga spítalans og svo erum við með lyfjablöndun sem mjög vaxandi líka hjá okkur og mikið umfang. Birgðaþjónustan okkar, hún snýst það að taka á okkur að panta lyf inn á lyfjaherbyggi, ganga frá lyfjunum og sinna ýmsum öðrum skráningum í kringum það. Og ef við horfum bara á þann feril, þá það ferill sem var á höndum hjúkrunarfræðinga en meira á höndum okkar í lyfjaþjónustu í dag. Lyfjatæknarnir okkar og sérhæft starfsfólk að taka þessa þjónustu. Þannig að í dag erum við komin upp í 30 deildir í svona þjónustu og það ennþá mikil eftirspurn en við þurftum að breyta ýmsu og rýna svona í ferla til þess að geta átt okkur á því hvernig við erum að taka þetta að okkur og tryggja það að það sé alltaf til nóg á lyfjum inn á herbyggjunum og að það sé alltaf verið að kaupa inn hagkvæmast. Þannig að ef við horfum bara á þennan feril, bara þennan einstaka feril, að þá tók hann 45 mínútur. Umfangið hefur aukist gríðarlega og kostnaðurinn líka. Og bara til þess að reyna að ná þessu niður, þá til mikils að vinna. Fækka pöntunum, gera það stærri, hver pöntun tekur ákveðin krítiskan tíma og með því að bæta við og gera pöntunina stærri, að þá erum við að spara tíma.
Þannig að við erum fljótar að gera pöntun með 10 lyfjum heldur en pöntun með 2 lyfjum. Og það sem við náðum að gera var að samræma svolítið lyfjavalið inn á herbergjunum. Þannig að við gátum gert staðlaða verkferla yfir öll herbergin en samt með mismunandi úrvalið fyrir sjúklingana. Þannig að við vorum alltaf að sníða lyfjavalið eftir því hvað þurfti inn á viðkomandi deild. Og hver sjúklingur, hann þarf það bil 25 lyfjaeiningar á dag. Og þetta eru veikustu sjúklingar okkar, sjúklingar landsins. Þannig að ef ein lyfjaeining er hylki eða tafla og margir þurfa hvoru tveggja, að þá er þetta mjög mörg handtök á bakvið. Þannig að með því að fara í breytingarnar, staðla úrvalið, passa sig alltaf til rétt magn, panta öðru sinn eftir hámarki og lágmarki og endur skipuleggja öll lyfjaherbergin, þá náðum við að gera meira á skemmri tíma án þess að hafa áhrif á öryggi sjúklinga. Og bara svona þess að nefna með hvernig við vinnum þetta, þegar við erum að vinna þetta í deildinu okkar, að þá horfum við svolítið á svona gögn. Við lítum aðeins á þessi mynd hér, hún er svona dæmi eina deild sem fór í gegnum þetta ferli og þessar breytingar. Þannig að þetta er breytt vinna hjá starfsmönnum og appelsínugula línan í miðjunni sýnir þegar við tókum við verkefninu í lyfjaþjónustu sem var á höndum hjúkrunarfræðinga áður. Og ég ætla ekki að fara djúpt í þetta, en hún sýnir það að það fækkaði pöntunum 50% bara á þessari einu deild, sem var gríðarlega góður árangur. Og það fyrir okkur í teyminu að horfa á svona myndir, starfsmennirnir skilja nákvæmlega hvað myndin er að segja, að það gefur svona mikla hvatningu. Það fær fólk til að sjá, ok, það er árangur í því sem ég er að gera. Við getum breytt einhverju, við getum lagað, við getum gert ennþá betur og þetta er að ganga vel. En við horfum líka mjög náið á öryggi sjúklinga og við fylgjumst með öllum lyfjatengdum atvikum. Og það er mjög gaman að segja frá því að með umbótum og mjög öflugu gæðastarfi þá hefur verið unnið að því að tryggja að þetta sé brugðist alltaf við eða kemur upp lyfjaatvik. Lyfjaatvikum, þrátt fyrir auki umfang, hefur ekki fjölgað hlutfallslega síðan 2020. Það voru 15% og það eru 18% í dag. Þannig að það er mjög ánægilegt. Við mælum líka árangur og fylgjumst með könnunum eins og þjónustukönnun. Og síðasta þjónustukönnun sýndi 92% ánægju deilda með lyfjaþjónustuna en markmiðið er 95%. Þannig að við erum ekki búin. Ef við horfum svo bara á lyfjakostnaðinn sjálfan. Hann er mjög hár og hann fer hækkandi á hverju einasta ári. Lyfjakostnaður á Landspítala er 1,9 milljarðar króna í fyrra. Og þetta eru mjög háar tölur og þetta er kostnaður sem fellur á rekstur spítalans. Þannig ég er ekki með leyfiskyldu lyfin í þessu. Og það sem við þurfum að gera þegar við erum að horfa á svona háa tölur og hækkandi kostnað, mikið aukið umfang, það er að rýna í hvernig við gerum innkaupin. Þannig við fórum í það með lyfjanefnd spítalans að algjörlega endurskoða hvernig við veljum lyf inn á spítalan og fórum og bjuggum til ákveðin svona lyfjalista sem er svona svo listi yfir framboð lyfja á spítalanum sem læknar ávísa í kerfunum okkar. Og kerfin eru með hann að lista innbyggðan og hann er mjög einfaldur. Þannig að hann sýnir með umferðarljósa kerfi eftir grænu, það eru hagkvæmustu lyfin okkar, það eru samheitalyf, lyf sem eru á samning, gul og appelsínugul lyf sem er erfiðara að útvega og dýrari. Og fylgni við þennan lista eftir við innleiddum hann er í kringu 96–98% sem er langt umfram það sem við byggust við. Og það má segja að það er erfitt að áætla sparnað af innleiðingu á svona lista vegna þess að lyfjakostnaður er svo breytilegur og svo háður mörgum þáttum en okkar útreikningar segja okkur að varlega áætlað er hann að spara 100–150 milljónir króna ári frá því að hann var innleiddur. Og þetta jafngildi því að vera hálfur milljarður það bil, þannig að við værum komin í 2,5 milljarð króna í lyfjakostnaði fyrra hefðu við ekki farið af stað með þetta. En svo ef við lítum aðeins á mannauðinn okkar og starfsfólkið, að þá sýndu mælingar, því við viljum nota alltaf mælingar og vita hvar við stöndum, að starfsánægjan í lyfjaþjónustu var langt undir meðaltali.
Þannig að við þurftum að horfa svolítið í augu við þetta fyrir 6 árum síðan og reyna að skilja betur út frá þessum mælingum hvað getum við gert? Hvað það sem að skipti mestu máli fyrir okkar fólk? Og mælingarna voru, sko fyrir árið 2023 voru þær ennþá rauðari, allar í sömu línu. Þannig að við fórum eiginlega svolítið samstillt af stað með þetta í deildinni og unnum bara öll saman að því í heildinni að svona efla ákveðna þætti sem við sáum að þurfti að efla. Upplýsingaflæði og það ekki orðið fullkomið og það verður það aldrei, en við fórum að vera með svona reglulega fundi og margt fleiri tengslu við upplýsingaflæði. Við fórum að vera með allt aðra nálgun í þjálfun og innleiðingu þegar við fengum nýtt fólk til okkar, hvernig við svona tókum á móti því og starfsmannasamtöl, hópefli og mjög margt fleira. En svo tókum við alltaf fyrir þessar kannanir og það er svo gott þegar við fáum þær til þess að geta bara horfst í augu við stöðuna og geta bara haldið áfram. Það fór að síga, það fór rólega að stíga upp á við og nú erum við komin í meðaltal á spítalanum sem við erum bara mjög stolt af. Og við erum náttúrulega aðalega stolt bara af okkar fólki. Það hugmyndin að koma allar frá þeim. Það eru þeir, okkar alveg lykilfólki okkar bara hópurinn. Og við finnum svo mikið stuðning líka í öllum þessum breytingum. Þá finnum við stuðning frá hjúkrunarfræðingum, læknum, öllum stóðstéttum, flutningaþjónustunni og allir sem hafa tekið þátt í þessu með okkur. Og það ómetanlegt að vinna með svona fólki. Þannig að við viljum bara halda áfram og nota allar mælingar til þess að skilja betur hvað við erum að gera, til að geta bætt okkur og svo tekist á við allt þetta aukna umfang og álag sem við vitum að við erum öll að kljást við. Takk fyrir. Þakka þér kærlega fyrir, Arnþrúður, og til hamingju með þennan frábæra árangur og gefa okkur innsýn í lyfjaþjónustuna, en það gott dæmi svið þar sem nákvæmni, gæði, öryggi og hagkvæmni skipta sköpum. En núna fáum við að heyra erindi mælanlegan árangur í skurðstofustarfsemi og ég býð Þóri S. Sigmundsson, framkvæmdastjóra Skugg, þar að segja skurðlækninga, skurðstofu og gjörgæsluþjónustu. Velkomin, gjörðu svo vel. Góðan daginn og gaman að vera með ykkur í dag. Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk og aðrir fundagestir. Ég ætla að segja ykkur frá mælanlegum árangri í skurðstofustarfsemi Landspítala sem hluti af starfsemi skurðlækninga, skurðstofu og gjörgæsluþjónustu. Starfsemin umfangsmikil og breið með 14 misstórum sérgreinum og að meðaltali á hverjum virkundegi eru 15 opnar skurðstofur á dagvinnutíma. 6 stofur eru aðgengilegar fram yfir kvöldmatt og 2 til 3 síðlega kvölds og á nóttunni fyrir bráðaaðgerðir. Af þeim 4 skurðstofum sem ekki í notkun eru 2 mjög litlar og henta illa í nútíma skurðstofustarfsemi. Við sinnum sjúklingum á öllu aldursbili og framkvæmum fjöldan allan af aðgerðum, mismunandi aðgerðum, bæði valkvæðar og bráðar, einfaldar og flóknar og allt þar á milli. Frá 2023 hefur skurðaðgerðum á skurðstofum Landspítala fjölgað 318 aðgerðir eða 2,6%. Hlutfallslega aukningin meiri í bráðaaðgerðum en valkvæðum aðgerðum. Sömuleiðis hefur orðið aukning í dagdeildaraðgerðum þar sem sjúklingur fer heim sama dag. Á síðasta ári voru 42% aðgerða dagdeildaraðgerðir sem öflugur árangur með við fjölda og umfang aðgerða. Og þess má geta að aðgerð eins og brottnám á blöðruhálskirtli í Þjarka sem stór aðgerð, að þar fara 80% sjúklinga heim sama dag sem einstæður árangur á alþjóðavísu. Hníftími tíminn frá því að skurðaðgerð hefst yfirleitt með hnífsblaði þar til síðasti saumur hnýttur. Hníftíminn hefur aukist umtalsvert frá 2023 eða 6,9%. Þetta til marks fleiri flóknari skurðaðgerðir og betri nýtingu á skurðstofum Landspítala. Aukning í skurðstofustarfsemi Landspítala samsvarar rúmlega heilli viku með tillit til fjölda aðgerða
og heilli skurðstofu til viðbótar á ársgrundvelli með tilliti til hníftíma. Aukningin hlutfallslega meiri utan dagvinnutíma. Raun biðtími sjúklinga sem þegar hefur gengist undir aðgerð óbreyttur milli ára í krabbameinsaðgerðum, en talsverður breytileiki milli sérgreina með tilliti til alþjóðlegra viðmiða. Til dæmis sjúklingar sem greinast með heilaæxli fara flestir í aðgerð innan við viku, sjúklingar með brjóstakrabbamein flestir innan 30 daga og blöðruhálskirtilskrabbamein innan 50 til 60 daga. Rauntími fyrir aðrar valkvæðar aðgerðir hefur styst 20 daga á þessu tímabili eða 15%. Frá 2023 hefur krabbameinsaðgerðum fjölgað 13% og voru á síðasta ári 1400 talsins. Endurinnlögnum hefur fækkað 1,8% og dánatíðni eftir skurðaðgerð hefur lækkað 0,12% sem þykir kannski lág tala en jafngildir 14 sjúklingum á þessu tímabili. Sjúklingar eru heilt yfir mjög ánægðir með þjónustuna og viðmót starfsfólks og starfsánægja helst stöðug þrátt fyrir að vindar blási stundum að norðan. Það hins vegar ekki alltaf dans á rósum í skurðstofustarfseminni. Frestanir á skurðaðgerðum með stuttum fyrirvara vandamál bæði á Íslandi og erlendis, sem sóar tíma starfsfólks og kemur illa við sjúklinga og aðstandendur þeirra og í raun getur haft neikvæð áhrif á útkomu sjúklinga eftir aðgerð þegar hún hefur verið framkvæmd. Gróflega hægt að skipta frestunum með stuttum fyrirvara í 4 flokka og ef við skoðum hvert fyrir sig að þá hefur frestunum vegna skorts á legurýmum aukist jafnt og þétt frá 2023 en skortur á gjörgæslurýmum hefur verið breytilegur. Sömuleiðis þarf að fresta aðgerðum vegna þess að of margar aðgerðir eru skipulagðar innan sama dags. Ef áætlaður tími einnar aðgerðar breytist þá hefur það áhrif á aðrar aðgerðir dagsins. Sömuleiðis þarf að koma fyrir bráðaaðgerðum í forgangi sem riðlar skipulagi. Hér hálkan okkar versti óvinur eins og gefur að skilja. Stjórnendur og starfsfólk vinna nú markvisst að því að fækka frestunum. Fjöldi frestana vegna skorts á legurýmum var í sögulegu hámarki fyrstu 16 vikur ársins en með tilkomi nýrra hjúkrunarrýma hefur við séð jákvæða breytingar. Það einnig ánægjulegt að segja frá því að engri aðgerð hefur verið frestað á árinu vegna skorts á gjörgæslurýmum. Heilt yfir skurðstofustarfsemi Landspítala blómleg en meðal starfsfólks og stjórnenda mikið hungur í að gera enn betur. Ég gæti haldið tölu hér í klukkustundir og sagt frá spennandi verkefnum og ætla að segja ykkur frá nokkur þeirra en þurfti að skera niður ansi marga glærur hér í aðdragandunum, get ég sagt ykkur. Og það sem langar að segja ykkur til dæmis frá hermiþjálfun starfsfólks í bráðum uppákomum í hjartaaðgerð með áherslu á samvinnu og samskipti. Skurðstofustarfsemin liðsíþrótt, þar sem góð samvinna og samskipti hefur áhrif á útkomu sjúklinga. Á síðasta ári voru allir í hjartaskurðstofuteyminu, læknar, hjúkrunarfræðingar og perfektionistar þjálfaðir í krefjandi aðstæðum á 2 dögum. Og nú stendur yfir þjálfun starfsfólks á gjörgæslu í bráðum uppákomum tengdum barkaraufarennum í Hermis, nýja Hermissetri Landspítala og Háskóla Íslands sem frábær aðstæða. Endurgjöf frá starfsfólki gefur til kynna mikla ánægju með hermiþjálfun og það upplifir sterkt að slík þjálfun styrki það í starfi og efli öryggi sjúklinga. Mér langar líka að segja ykkur frá spennandi samvinnuverkefni dagdeildar í Fossvogi og bæklunarlækna tengt aðgerðum sem kallast hálfhnéliðskipti. Þessi aðgerð gefur betri árangur heldur en heil liðskipti hjá völdum sjúklingum og sjúklingar útskrifast heim sama dag. Á síðasta ári gerðum við 40 slíkar aðgerðir með góðum árangri. Ég gæti ennfremur sagt ykkur frá þeirri byltingu sem varð með tilkomu aðgerðaþjarka 2014 sem var svo endurnýjaður 2022. Á síðasta ári framkvæmdum við 499 aðgerðir með aðstoð þjarka og samkvæmt þjónustuaðalnum þetta best nýtti þjarki í Evrópu. Nýleg gæðaverkefni innan Landspítala benda til færri fylgikvilla án kostnaðaraukningar borið saman við hefðbundnar kviðsjaraðgerðir. Nýlega með aðstoð fleiri aðila tókum við í notkun nýjan þjarka
sem opnar enn frekari möguleika á að bæta þjónustu við skurðsjúklinga í framtíðinni. Og svo mætti lengi áfram telja og þið getið lesið meira bæði í ársskýrslunni og í spítalapúlsinu. Í lokin vil ég hins vegar beina athygli að þessu. Stöplaritið hér til hliðar sýnir 30 daga dánartíðni í kjölfar skurðaðgerða. Dánartíðnin heilt yfir mjög lág og hefur farið lækkandi undanfarin ár. Þrátt fyrir það eru sjúklingar sem eru í verulega aukinni áhættu á bæði fylgjukvillum og dauða í kjölfar skurðaðgerðar og taka upp stóran hluta af þeim úrræðum heilbrigðiskerfisins sem í boði. Það er því til mikils að vinna að minnka áhættu og bæta meðferð þessara sjúklinga og nýta þannig okkar auðlindir sem best. Ég er að tala sjúklinga 67 ára eldri með mjaðmabrot. Er að ræða breiðan hóp, allt frá hrumum og fjölveikum einstaklingum á hjúkrunarheimili yfir í virka einstaklinga sem vilja njóta lífsins á efri árum á margvíslegan hátt. Meðalaldur þessa hóps 82 ár. Oft eru þessi sjúklingar með fleiri en einn króníska sjúkdóm sem úr jafnvægi og á flókinni lyfjameðferð, meðal annars blóðþynningu. Í mælingu 2016 kom í ljós að dánartíðni þessa hóps var há í samanburði við erlend sjúkrahús. 13% dánartíðni innan 30 daga og 33% innan árs. Þegar við tölum mjaðmabrot þá erum við að tala brot í efri hluta lærlegs eða lærlegshálsi. Meðferðin óhjákvæmilega skurðaðgerð. Ýmist gerviliða aðgerð eða negling háð tegundabroti. Í vissum tilfellum líknandi aðgerð að ræða til að tryggja mannúðlega umönnun í lok lífs. Á síðustu 10 árum hefur átt sér stað vitundavakning í kringum meðferð og umönnun þessa hóps sem hefur verið leidd af öflugum einstaklingum innan hjúkrunar, lækninga, næringafræði, sjúkraþjálfunar og fleiri eldsála á Landspítala. Haldin hafa verið málþing, rannsóknarsamstarfi komið á við erlenda aðila og starfsstétta eflt. Að öðrum ólöstum þá lyfti ég sérstaklega upp Kolbrúnu Kristjansen, sérfræðingi í hjúkrun sem leiðtói algjöru lími í þessari vinnu og á mikið hrós skilið. Í október 2023 opnaði þá langþráð mjaðmabrotadeild með áherslu á sjúklinga í sjálfstæðri búsetu. Er að ræða samvinnuverkefni, öldrunar og bæklunarþjónustu sem teygir sig frá Fossvogi og inn í Landakot. Undirbúningur mjaðmabrotins sjúklings hefst strax við komu á bráðamóttöku og reynt að flýta fyrir innlögn á sérhæfða legudeild eins og hægt. Áhersla á verkjastillingu, næringu, vökva og eða blóðhlutameðferð eftir þörfum. Blóðsölt leiðrétt og lyf stillt af. Markmiðið að framkvæma aðgerð eins fljótt og hægt á eins vel undirbúnum sjúklingi og hægt. Endurhæfing hefst strax að lokinni aðgerð með það markmiði að koma sjúklingi fljótt aftur á fætur. Þverfagleg teymisvinna forsenda árangurs fyrir þennan sjúklingahóp. Þrátt fyrir að sjúklingar dvelji lengur á bráðamóttöku að meðaltali og tími að aðgerð sé lengri en árið 2016 að það sjáum við marktaka breytingu á dánartíðni milli ára. Eftir að mjaðmabrotadeild opnaði hefur dánartíðni bæði innan 30 daga, 60 daga og innan árs ekki verið lægri í sögulegu samhengi og sáust marktaka breytingar þegar að deildin opnaði. Þessar tölur talsvert lægri en í gagnasöfnum til dæmis frá Svíþjóð og þetta til marks það öfluga starf sem hefur verið unnið hjá þessum sjúklingahópi. Mjaðmabrotadeildin, hún sameinast nú bæklunarskurðdeild í stærri og endurbættri 40 rúma deild sem sinnir öllum sjúklingum sem þurfa á bæklunarþjónustu að halda. Þetta var hluti að svokölluðu Fossvogsfléttuverkefni þar sem við breyttum legudeildarskipulagi í Fossvoginum til þess að sameina bæklunarþjónustu á einum stað og fjölga legurýmum 10. Ég stend hérna auðmjúkur fyrir framan ykkur og kynni fyrir ykkur mælanlegan árangur. Það rifjast upp fyrir mér fyrsta vaktin á svæfingu- og gjörgæsludeild Landspítala fyrir 17 árum síðan í stuttu stoppi frá Akureyri á leið til Svíþjóðar og heilbrigðisráðherra studdi við mig á fyrstu vaktinni og hélt áfram að styðja mig út í sjarnama og átti ég ekki von á því ég stæði hér 17 árum síðar að kynna
að kynna mælanlegan árangur. Ég hafði lítinn áhuga á stjórnun á þeim tíma en brennandi áhuga á að gera hlutina betur. Og núna, þrátt fyrir öflugan árangur, að þá get ég ekki stungið því undir stóla. Það eru auðvitað blikur á lofti. Við sjáum að biðlistar eru að lengjast hjá okkur í byrjun árs og hlutfall sjúklinga sem bíður lengur en 3 mánuði er að lengjast. Og við þurfum að taka höndum saman og tækla það. Við þurfum að fjölga sérhæfðu starfsfólki, við þurfum að fjölga nemum í diplómanámi í svæfingahjúkrun og skurðhjúkrun til þess að geta fjölgað úrræðum og siglt inn í nýjan Landspítala á kraftmikinn hátt. En þessum árangri sem hér er lýst fyrst og fremst okkar öfluga starfsfólki og stjórnendum að þakka sem vinnu dag og nótt við að gera hlutina alltaf aðeins betur. Kæra þakki fyrir mig. Takk kærlega fyrir Þórir og takk fyrir að sýna okkur góðan árangur þar sem að skipulag, nýting, teymisvinna og árangursmælingar tryggja öryggi, gæði og skilvirkni. Þetta var vel gert. En nú gerum við örlitla breytingu frá auglýstri dagskrá því að næst heyrum við erindi með yfirskriftinni frá áskorun til árangurs. Það er Ólafía Ása Jóhannesdóttir, deildarstjóri á Svefnmiðstöð Landspítala sem ætlar að gefa okkur innsýn í sitt starf. Gjörðu svo vel, Ólafía Ása. Heilbrigðisráðherra, forstjóri, kæra samstarfsfólk og aðrir góði gestir. Biðlistar eftir meðferð við kæfisvefni á Íslandi hafa verið vandamál í mörg ár og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Fólksfjölgun, hækkandi meðalaldur og aukin tíðni offitu hafa aukið algengi kæfisvefns líkt og annarra langvinnra sjúkdóma. Aukin skilningur almennings og heilbrigðisstarfsfólks á mikilvægi svefns hefur jafnframt leitt til þess að fleiri leita eftir greiningu og meðferð. Og á síðastliðnum árum kemur líka til uppsöfnuð greiningar og meðferðarþörf vegna COVID og svo í framhaldinu framleiðslu brests á meðferðartækjum. Í lok árs 2022 var staðan slæm. 1200 manns voru á biðlistanum og biðtíminn kominn upp í 12 mánuði. Og þá var ráðist í átak með auknu fjármagni frá heilbrigðisráðuneytinu kaup á 1000 viðbótar meðferðartækjum. Með því fjölgaði meðferðum vissulega og biðtíminn styttist. En það dugar ekki að fara í átak ef undirliggjandi kerfi breytist ekki til framtíðar. Þetta er eins og að taka til í geymslunni. Ef dótinu er ekki fækkað og nýtt skipulag innleitt og það sem er alltaf erfiðast að láta alla á heimilinu fylgja nýja skipulaginu fer allt aftur í sama farið fram að næsta átaksverkefni. Það er líka oft ansi mikil tregða í heilbrigðiskerfinu til að breyta skipulagi. Hefðir fagstétta hafa tilhneigingu til að viðhalda tregðunni. Í byrjun árs 2025 hafði verið tekin mikilvæg stjórnunarákvörðun. Sérstök skipulagseining hafði verið stofnuð í kringum svefnlækningar og í stað þess að hafa greiningarhluta undir yfirlækni og meðferðarhluta undir hjúkrunardeildarstjóra var einingarnar sameinaðar undir einn stjórnanda. Þetta var skref í rétta átt því þetta endurspeglar ferli sjúklings betur og eflaust væri hægt að ná betra flæði og ná yfir allt ferli sjúklings ef allar fagstéttir væru undir einum stjórnanda. En gott og vel. Margs konar áskoranir blöstu við þarna í upphafi árs 2025, meðal annars veikindi starfsfólks, ósamræmi í verklagi og plássleysi eins og við þekkjum og horfumst í augu við alla daga. En ákveðið var að setja fókus á einn stað. Aðeins 1,5 ári eftir 1000 véla átakið voru biðtímar eftir meðferð aftur orðnir 6 til 8 mánuðir. 600 manns voru á biðlistanum, svolítið eins og geymslan sem er aftur komin í rúst. Og Mogginn birti fréttir af slæmri stöðu á biðlistanum og þá eldist keppnisskapið. Flöskuhálsinn var augljós.
Við vorum ekki að ná að sinna þeim fjölda utanaðkomandi beiðna eftir meðferð og við tókum allt ferlið í nefið, eins og sagt er, meðferð, eftirfylgd og útskrift. Og hvað gerðum við? Við tókum upp vikulega starfsmannafundi. Í upphafi árs 2025 vorum við ekki að hittast til að fagna árangri. Við þurftum að undirbúa jarðveginn fyrir breytingar og vinna með menninguna. Þessa margumtöluðu menningu sem getur verið svo erfitt að breyta. Hún í veggjunum, fagstéttunum, í samskiptunum, verklaginu, öllu þessu ósýnilega sem mótar daglegt starf. Við innleiddum líka það mikla breytingar að nauðsynlegt var að hittast vikulega, eiga samskipti, taka púlsinn á menningunni og miðla upplýsingum. Þetta var á köflum mjög erfitt og enn og það birtist meðal annars í starfsánægjukönnuninni Mood Up þar sem mælingar fóru niður og snertu næstum rautt. Eitt mikilvægasta skrefið sem ég tók til að ná niður biðlistanum var að setja markmið til að auka afköstin á sama tíma og það mátti ekki bitna á gæðunum. Við fórum úr mjög svo breytilegum fjölda innstillinga en það að kenna á tækið og að aðlaga sjúklingin á tækið sem annars vegar fer fram á göngudeildinni eða þá við sendum tækið heim. Við fórum sem sagt úr mjög breytilegum fjölda innstillinga yfir í fastan fjölda, 10 komur á dag, alla daga, líka á föstudögum. Það var markmiðið. Og til að koma fleiri sjúklingum á dag þurftum við að stytta tíman. Við styttum innstillingatíman úr 45 mínútur í 30 mínútur. Það mikil stytting fyrir sjúklingin og fyrir starfsmanninn. Til þess að geta stytt tíman þurfti að staðla verklagið. Við fórum yfir hverja einustu setningu í verklaginu, tókum út allan óþarfa, greindum kjarnan frá hisminu. Hvað skiptir mestu máli fyrir sjúklingin þegar hann kemur í þennan tíma? Þar svarið að velja og máta viðeigandi grímu. Þar liggja gæðin, eitthvað sem sjúklingurinn setur á andlitið á sér á hverju einasta kvöldi. Við nýttum fundina til að æfa verklagið. Við fórum í hlutverkaleik og svo útbyggum við líka kennslumyndband fyrir sjúklingin sem hann horfir á áður en hann kemur til okkar. Svefnmiðstöð nýtir sér fjarvöktun sem tekur við þegar sjúklingurinn tekur tæki með sér heim. Þar hefst aðlögunin og við fylgjumst með úr fjarska og hringjum reglulega yfirleitt í 3 mánuði stundum lengum. Hvernig líður sjúklingnum? Sjúklingurinn að nota tækið? Leki? Eru öndunarhlé ennþá til staðar? Og við breytum stillingum á tækinu fjarstýrt. Við þurftum að koma fleirum í gegnum fjareftirfylgd og við jukum fjölda símtala 30% á milli ára. Úr 6.700 í 8.800 símtöl. Og þegar við vorum að kryfja þetta ferli þá áttuðum við okkur á því að sjúklingar voru of oft að veltast of lengi í þessari fjareftirfylgd. Við gerðum stöðluð flæðitré þar sem lykilorðið að leysa vandamálið strax, hvetja og gera fólk sjálfbjarga, hjálpa þeim sem þurfa hjálp og útskrifa hina. Hvernig gátum við stytt fjareftirfylgd og útskrifað fyrr? Helsta vandamál í upphafi meðferðar leki meðfram grímunni, sem líka algengasta ástæða þess að fólk skilar tækinu og gefst upp, hættir meðferð. Að leysa grímuleka forsenda að meðferðin gangi vel. Að leysa þetta vandamál í gegnum síma tók langan tíma. Þarftu aðra stærð, ertu að herða böndin. Í stað þess að reyna að leysa þetta yfir síma, þá stofnuðum við grímumóttökum. Ef þú ert með vandamál þá kemur til okkar og það tók skemmri tíma að fá einstaklinginn inn í stað þess að reyna að sinna honum í fjarþjónustu. Þarna vorum við að auka þjónustuna, bæta gæðin og líka auka álagið á starfsfólkið. Þá kom að mikilvægustu ákvörðuninni. Hvað ætlum við að hætta að gera? Við drógum úr þjónustu við þá sem eru á meðferð. Það í lagi að þessir einstaklingar bíði lengur. Og svo hafði það verið þannig að áður hafði starfsemin dregist saman yfir sumartímann. En við tókum þá ákvörðunarráðin sumarafleysingu svo ekkert slegið af. Því þó starfsfólki fari í sumarfrí fer kæfisvefninn það ekki.
Og þú, kæri sjúklingur, þú þarft líka að taka tækið með þér til tenni og í veiðiferðina. Og hér koma tölurnar. Við fórum úr 1900 innstillingum árið 2004 í 2300 árið 2005 sem 18% aukning. Og enn betri fréttir eru þær að á sama tíma fækkuðu þeim sem skiluðu tækjum eða hættum meðferð. Þessar tölur benda til betri árangurs og betri eftirfylgni hjá okkar sjúklingum. Skýringin liggur meðal annars hér. Þar sést að við jukum þessar innstillingar á deildinni, augliti til auglitis, nær 30%, þannig að fleiri sjúklingar koma til okkar í stað þess að senda tækið heim eins og algengt var í COVID. Við náðum mælanlegum árangri. Biðtími eftir meðferð styttist úr 6 til 8 mánuðum niður í 1 mánuð hjá öllum forgangshópum og 8% færri sjúklingar skiluðu tækjum milli ára sem bendir til aukinnar meðferðarhæfni. Og hvað skýrir þetta? Sjúklingar fengu meðferð fyrr. Þeir bara muna til dæmis betur eftir greiningaviðtalinu þegar líða aðeins 3 til 4 vikur þar til þeir fá meðferð í stað hálfs árs og rúmlega það hér áður fyrr. Innstillingar fóru oftar fram á deildinni í stað fjarinnstillinga. Þjónusta varð færð líka nær sjúklingnum og núna í fyrsta skipti þessi þjónusta veitt á sjúkrahúsinu á Akureyri. Vandamál tengd grímu voru leyst fyrr í ferlinu, fjareftirfylgd varð markvissari og betur stöðluð. Og ávinningur þó nokkur fyrir starfsfólkið. Skipulagið betra og nú farið að myndast svigrúm fyrir heimavinnu og lesdaga. Framtíðarsýnin stór og tækifærin til staðar til að bæta þjónustuna. Ég, eins og við flest, með langan óskalista. Þar vil ég nefna að svefnlækningar verði gerð að sjálfstæðri sérgrein innan læknisfræðinnar. Það þarf að koma á fót svefngagnagrunni, það mun meðal annars efla vísindi og rannsóknir. Við ættum líka að skima fyrir kæfisvefni, sérstaklega hjá áhættuhópum. Þar getur legið sparnaður fyrir heilbrigðiskerfið og þróa þjónustuna áfram í nánara samstarfi við sjúklinga. Næsta verkefni hjá okkur og til að halda fókus að innleiða frekari tæknilausnir, einfalda og auka sjálfvirkni í skráningu og að sjúklingur geti í meira mæli bókað sér sjálfur í tíma. Við höfum þegar hámarkað afköst starfsfólksins að miklu leyti og því þurfum við nú að leita nýrra leiða til að mæta áframhaldandi fjölgun sjúklinga. Ég vil þakka frábæru starfsfólki svefnmiðstöðvar fyrir þennan einstaka árangur sem náðst hefur. Þetta sameiginlegt verkefni þar sem fagmennska samvinna og eljusemi hafa skilað raunverulegum og mælanlegum árangri fyrir sjúklinga og heilbrigðiskerfið í heild. Takk. Takk fyrir áhugavert erindi og mjög svo góðan árangur og ekki síst fyrir að lyfta mikilvægi teymisvinnu til að ná árangri, algjör lykilforsenda. En þá komið að síðasta erindinu í þessari lotu og núna beinum við sjónum að vísindastarfi og það Magnús Gottfreðsson, forstöðumaður á vísindadeild sem ætlar að fjalla mælanlegan árangur í vísindastarfi. Gjörðu svo vel, Magnús. Þakka þér fyrir, fundarstjóri, ráðherra, forstjóri, frábæra samstarfsfólk, góði gestir. Það sannu ánægja að fá að ræða hér mælanlega árangursvísa í vísindastarfi á spítalanum og kannski rétt að byrja á ljóðrænu nótunum og vitna í Stein Steinar sem að talaði tímann og vatnið. En hvers vegna skildi ég vera að sýna mynd af hunangi hér? Jú, það vegna þess að í tilviki vísindalegrar framvindu og vísindalegrar framfara að þá flæðir tíminn ekki eins og vatnið, heldur kannski meira eins og seigfljótandi hunang. Og það vegna þess að það tekur langan tíma að búa til nýja þekkingu, en hunang meinholt eins og allir vita. Það bakteríudreipandi, það græðandi, en það tekur tíma. Og það afrakstur mikillar og góðrar samvinnu, en það kemur á góðum notum þegar harðnar á dalnum.
Hvers vegna ég að segja þetta? Þetta vegna þess að þegar við gerum upp árangur þá lítum við öxl og berum okkur saman við árið á undan. En í tilviki vísindanna þá gerast hlutirnir hægar. Sköpun nýrrar þekkingar tekur að jafnaði 15, 17, 20 ár. Þetta ekki eins og eldgos þar sem að þekkingin spýtist fram í einu vetfangi og allt í einu staðan gerbreytt, þó að það gerist vissulega í tilviki vísindanna að við tökum stór stökk fram á við. En þess vegna ég að segja þetta hér, að jafnvel þó að við getum skapað nýja þekkingu, þá það ekki eitt og sér nægjanlegt. Við þurfum líka að innleiða nýja þekkingu. Gott dæmi það þekking okkar á skaðsemi tóbaks. Það tók 30 til 40 ár víða heim frá því að við vissum að tóbak var krabbameinsvaldandi þar til að löggjafinn tók við sér með banni á óbeinu reykingum. Og þess vegna ætla ég að fara hérna nokkur ár aftur í tímann, 10 ár, til þess að minna okkur á hvar við stóðum árið 2016, nánast upp á dag, en þá var einmitt sett af stað verkefni, býsna metnaðarfullt frumkvæðisverkefni starfsfólks Landspítala með stuðningi stjórnvalda og erlends lyfjafyrirtækis, þar sem að öllum landsmönnum með lifrarbólgu C var boðin endurgjaldslaus meðferð með rándýru en mjög öflugu lyfi sem gat gerbreytt framtíðarhorfum þessara einstaklinga. Bætt heilsu þeirra, komið í veg fyrir krabbamein, skorpulifur og mikla vanheilsu. Þessi samningur var að verðmæti 12 milljarðar króna og Íslendingar riðu þarna vaðið og voru fyrstir þjóða heims til að veita öllum með þessa veirusýkingu aðgang að meðferð. Stjórnvöld studdu verkefnið í verki, sóttvarnayfirvöld og sjúkrahúsið Vogur. Ef við skoðum stöðuna áður en að þetta verkefni fór af stað, að þá var staðan þessi að 56% þeirra sem að lögðust inn til meðferðar á sjúkrahúsið Vog og höfðu einhvern tímann misnotað fíkniefni, þeir voru smitaðir með virkri lifrarbólgu C. Þetta fólk smitaði síðan aðra og við hélt þessum slæma vítahring sem að leiddi til skorpulifrar og krabbameins. Hérna sjáum við síðan hvað gerðist eftir að lyfjameðferðin hófst. Mikið átak var gert á landsvísu og í dag Ísland í algjörri forystu á heimsvísu og til okkar litið leiðsögn og ráð þegar kemur að þessum erfiða málaflokki. Fjárfesting sem að margborgaði sig strax. Hvað árangur í vísindum? Það jú langtímaverkefni sem kallar á langtíma hugsun og stöðuleika, eins og ég nefndi áðan og forstjóri hefur nefnt. Og það sem við erum að ræða hér í raun og veru oft afurð ákvarðana sem voru teknar fyrir 10 til 12 árum, eins og ég hef sagt áður. Þetta samfélagslegt verkefni sem að reynir á útsjónarsemi, seiglu og jafnvel áfallaþol sem vinsælt orð í dag. En vissulega þurfa hvatar að vera til staðar, ekki aðeins fjárhagslegir, heldur einnig í formi annars stuðnings og áhugaverra verkefna, góðs samstarfsfólks, tíma og aðstöðu. Ef við lítum á árangursvísuna sem að Landspítalinn hefur árabil notað til að meta árangur í vísindastarfi, að þá hann með fernum hætti. Í fyrsta lagi greinabirtingar. Það jú vissulega mikill breytileiki milli fræðigreina og birtingar hefðir breytast hratt. Það vaxandi samkeppni, ekki síst við Kína. Kínverskir háskólar, heilbrigðisþjónusta í Kína á hraðri uppleið og ryður gömlum forystusauðum til hliðar. Árangursmælikvarði númer 2 fjöldi leyfa frá siðanefndum, enda það siðanefndir sem að gefa grænt ljós á þau verkefni sem eru fyrirhuguð og þess vegna má segja að talning á leyfum gefi vísbendingar áform sem að stundum raungerast en stundum ekki. Þriðji mælikvarðinn síðan nemar í rannsóknarverkefnum eða rannsóknartengdu námi. Þetta framtíðar starfsfólk spítalans, fólk sem draga vagninn, ber áfram kyndilinn og mennta þá sem þurfa að taka við innan nokkurra ára. Það mikilvægt að við ræktum þann garð. Síðast en ekki síst það súrefnið í kerfinu. Það eru rannsóknarstyrkirnir. Hvernig gengur okkur að fjármagna? Hvernig gengur rannsakendum að sækja styrki? Hvert árangurshlutfallið? Hverjar eru upphæðirnar? Þetta eru þessi 4 kvarðar sem ég ætla að fara yfir hér á eftir, en ég vil geta þess að það eru fjölmargir aðrir mjög mikilvægir mælikvarðar sem hægt að líta til og við höfum gert tilraun til þess að
að grafa aðeins dýpra og ég ætla að sýna lítillega hér á eftir sömuleiðis. Það til dæmis eins og mat á fjölda greina þar sem að fyrsti eða síðasti höfundur frá viðkomandi stofnun. Það áhrifastuðull tímarita, það tilvitnanafjöldi, það leiðréttur tilvitnanafjöldi, einkaleyfi, athygli á öðrum vettvangi, til dæmis eins og samfélagsmiðlum. Við lifum á tímum þar sem að samfélagsmiðlar stjórna svolítið umræðunni og síðast en ekki síst nýsköpunar og sprotafyrirtæki. Á þessu grafi má sjá árangursvísi í fyrsta árangursvísin sem við höfum verið að mæla og hérna sjáum við að á hverju ári erum við að birta upp undir 350 vísindagreinar á ári. Það ein vísindagrein á dag að jafnaði. Við getum verið stolt af því og við getum verið stolt af þessu frábæra fólki sem hér vinnur og þetta að sjálfsögðu unnið í samstarfi margra annara aðila, ekki síst Háskóla Íslands, Norrænna háskólasjúkrahúsa og aðila víða heim. Ein grein á dag og fjölgun frá því í fyrra 19%. Geri aðrir betur. Aðrir kvarðar sem að meta árangur eru síðan talning á í raun og veru frumkvæðisverkefnum. Verkefni sem eru hýst innan Landspítala, stýrt innan Landspítala. Fyrsti eða síðasti höfundur innan spítalans. Hvernig hefur þessi þróun verið? Jú, 31% af greinum árið 2023 voru með fyrsti eða síðasta höfund frá spítalanum. Það fór upp í 33% árið á eftir og á síðasta ári var talan komin upp í 39%. Þetta frábært. Við erum að fagna þessu. Leiðréttur tilvitnanastuðull öllu flóknara viðfangsefni, en þar að ræða mat á áhrifastuðli þar sem að heimsmeðaltalið stillt af sem 100, eins og sýnt með bláu súlunum, og það leiðrétt fyrir viðkomandi rannsókn á sviði. Heimsmeðaltalið sýnt með bláum lit, en tilvitnanafjöldin í verk frá Landspítalanum, eða þar sem að spítalinn hefur aðkomu, sýnt með brúnum lit. Og þið sjáið að tilvitnanir í greinar frá starfsmönnum spítalans eru talsvert langt yfir heimsmeðaltali allan þennan tíma á bilinu 80 til 100% nánar tiltekið. En þess ber þó að geta að tölurnar fyrir 2024 og 2025 eru bráðabirgðatölur, þær kunna breytast og þess ber líka að geta að miðgildið fyrir Landspítalann undir heimsmeðaltali. Þannig að við skulum ekki klappa okkur of mikið á bakið fyrir þetta og reyna að herða svolítið róðurinn. Þriðji mælikvarðinn síðan fjöldi nýrra leyfa til rannsókna og þið sjáið hér á þessu grafi að fjöldin hefur verið nokkuð stöðugur, þá ég að tala um heildarfjöldan, en langtímaleiknin þó heldur niður á við. Hér síðan mælikvarði sem að lýsir fjölda nemenda í rannsóknartengdu framhaldsnámi, meistara og doktorsnemar og þið sjáu hér að það 300 til 350 nemar á hverju einasta ári sem að njóta leiðsagnar innan spítalans, oft í samvinnu við Háskóla Íslands, jafnvel erlenda háskóla og þetta fólki sem mun erfa landið og við verðum að rækta þennan garð. Þarna höldum við sjó. Þegar við komum síðan að fjórða og síðasta mælikvarðanum, vísindastyrkjum starfsmanna Landspítala, þá myndin öllu dapurlegri. Þið sjáið hér að fjármunir á niðurleið, styrkupphæðir á niðurleið og ef við skoðum síðan árangurshlutfall og fjölda umsókna sem að berast frá Landspítalanum til rannsóknarsjóðs Rannís, að þá sjáum við að þarna fer saman bæði fækkun umsókna og lækkun á árangurshlutfalli og árangurshlutfallið gert upp fyrir þetta tímabil frá 2016 til 2026 ekki nema 11,5% sem að segja manni það að sú vinna sem lögð í skrif þessara umsókna sem eru oft mjög viðamiklar, það borgar sig ekki. Jafnvel þó að fái styrkin. Við erum komin á þann stað og þarna verðum við að gera betur. Þetta hefur margoft komið fram og þetta eins og ég nefndi áðan verkefni og málaflokkur sem að margborgar sig. Þannig við tökum þetta saman, þessi 4 árangursmælikvarðar, birtar greinar, þar á grænu ljósi, ég vil gefa okkur græna einhvern þar, við erum á gulu ljósi fyrir mælikvarða 2 og 3, en við erum á rauðu ljósi hvað styrkina varðar. Við þurfum að gera betur. Rétt í lokin, fleiri málefni sem að snerta vísindi og skipta máli fyrir okkur all hér og ég vil geta sérstaklega Það var ánægjulegt að íslenska rannsóknargáttin, IRIS, loksins komin í betri notkun heldur en áður var
og þar má sjá í rauntíma upplýsingar framleiðni í vísindalegu tilliti á landsvísu og teikna upp myndir sem eru mjög áhugaverðar, samstarfsnet, fjölmargra aðila, eininga, fræðigreina og einstaklinga. Það var líka ánægjulegt að vísindastefna spítalans var samþykkt á síðasta ári. Nýjar reglur vísindarannsóknir voru samþykktar á spítalanum og nýr samningur gerður við Up to Date landsaðgang allra heilbrigðisstofnana að þessu mikilvæga gagnasafni og eftir vill þetta vísir að heilbrigðisvísindabókasafni á landsvísu. Þetta var aðeins annar eða þriðji samningurinn í Evrópu sem var gerður við heilt land. Þannig að þarna erum við í forystu. Nú það eru blikur á lofti í heimsmálunum. Það eru breytingar á starfsemi fyrirtækja sem við höfum verið í miklu samstarfi við og víða sótt að vísindunum bæði austanhafs og vestan. Og við þurfum því að standa saman þéttaraðirnar og horfa til framtíðar og ekki kvika frá því marki sem hefur verið sett með einmitt heilbrigðisáætlun stjórnvalda í málaflokknum, vísindastefnu Landspítalans og leggja okkar af mörkum til ekki bara íslensks samfélags heldur til vísindasamfélagsins í heild sinni eins og við gerðum með lifrarbólguverkefninu. Takk fyrir. Nú að svo mæltu þá hef ég fengið það ánægjulega hlutverk að kynna til leiks forstjóra Landspítalans og Karl Andersen, formann Vísindaráðs, en þeir munu stjórna næsta dagskrárlið hér sem afhending viðurkenninga til heiðursvísindamanns Landspítala og ungs vísindamanns Landspítala. Gjörið svo vel. Já, fullir sölur. Heilbrigðisráðherra, forstjóri, góðir samstarfsmenn. Það vissulega ánægjulegt fyrir mig að standa hér sem formaður Vísindaráðs og kynna heiðursvísindamann Spítalans fyrir 2026 og ungan vísindamann. Valið fer fram þannig að það lýst eftir tillögum frá starfsmönnum og okkur bárust tillögur eða tilnefningar 7 aðila í flokknum ungir vísindamenn og tvær tilnefningar heiðursvísindamann. Og það eru vöndu ráða fyrir Vísindaráð. Ég vil þakka Vísindaráðinu fyrir samstarfi við að fara yfir þessar tilnefningar og ætla að segja ykkur aðeins frá niðurstöðunni. Og rökstuðning. Og við byrjum með ungan vísindamann. Það er Auður Anna Aradóttir Pind, ónæmisfræðingur. Auður Anna lauk meistaranámi frá Læknadeild Háskóla Íslands árið 2015 og varði síðan doktorsritgerð sína við sama skóla árið 2022. Rannsóknir Auðar Önnu þær snúa að ónæmisvörunum nýburamúsa við bólusetningum. Auður Anna hefur kynnt rannsóknarniðurstöður sínar á fjölmörgum innlendum og erlendum ráðstefnum. Hún hefur tekið virkan þátt í kennslu við ónæmisfræðideild og fékk verðlaun fyrir kynningu sína á Vísindavordum á síðasta ári. Hún hefur hlotið margvíslega styrki, meðal annars nýdoktorastyrk frá Háskóla Íslands, styrki frá Rannsóknarsjóði og Tækniþróunarsjóði, Rannís, sem og frá Vísindasjóði Landspítala. Auður Anna er því vel að þessari útnefningu komin. Ég vil biðja hann að koma hingað upp og taka á móti viðurkenningarskjali úr hendi forstjóra. Gjörðu svo vel, Auður. Ég heiti Auður Anna Aradóttir Pind og ég er nýdoktor og með aðstöður á ónæmisfræðideild Landspítalans sem að reyndar núna heitir held ég blóðbanka og ónæmisfræði þjónusta en ég búið að sameina þessar einingar. Ég stunda rannsóknir í ónæmisfræði, einna helst. Við erum helst að fást við svona bólusetningar, hvernig má efla bólusetningar í ungviði. Hópurinn okkar, rannsóknarhópurinn, hann hefur verið mikið að skoða próteintengt fjölsykra bóluefni sem eru gegn pneumókokkum. Það eru öll börn sem fá þessar bólusetningar á Íslandi. Þetta eru bakteríur sem valda mikið eyrnabólgum til dæmis í ungum börnum. En svo erum við mjög mikið að í rauninni skoða ónæmisglæða. Geta verið alls konar efni sem að við
blöndum í bóluefnin sem þá efla svörunina og svoleiðis. Með góðum ónæmisklæði þá gæti maður fengið fleiri skammta í rauninni, eða skammta fyrir fleiri fólk út af því að maður getur oft þarf ekki að gefa jafn stóran skammt. Það hefði verið í meistaranáminu sem að ég hefði bara áttað mig á því að ég hefði áhuga á að vera í rannsóknum. Mér finnst eiginlega mest spennandi þegar maður fær skemmtilegar eða jafnvel bara einhverja skrýtnar niðurstöður sem maður skilur ekki alveg og reynir þá síðan að komast til botns í málunum. Og mér bara líst mjög vel á að það vera að reyna að gera vísindi meira sýnilegri. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Auðvitað bara alltaf að reyna að gera sitt besta á svoleiðis en það ótrúlega gaman ef einhver annar tekur sér til og ákveður að tilnefna mann og þannig að þetta bara, og svo að fá viðurkenninguna, mér finnst það bara mikil hvatning og mikil heiður. Þá komið að heiðursvísindamanni Landspítala. Heiðursvísindamaður Landspítala Ólafur Skúli Indriðason, nýrnalæknir. Hann sérfræðingur í nýrnalækningum, lauk kandídatsprófi við læknadeild 1987, nam almennar lyflækningar við Hartford sjúkrahúsið og Connecticut háskóla í Bandaríkjunum og fór síðan til Duke University í North Carolina, þar sem hann lagði stund á sérnám í nýrnalækningum og útskrifaðist þaðan 1996. Á þeim tíma sem hann var við Duke háskóla þá lauk hann einnig mastersnámi í tölfræði lýðheilsuvísinda árið 1997. Ólafur Skúli hefur síðan starfað við nýrnalækningar á Landspítala og samhliða því starfi unnið að vísindarannsóknum. Ólafur Skúli afkastamikill vísindamaður, hann hefur birt 113 ritrýndar vísindagreinar, flestar af þeim eru í alþjóðlegum vísindaritum. Tilvitnanir í verk Ólafs Skúla eru yfir 6.000 og H-index 39. Ólafur Skúli hefur leiðbeint 8 doktorsnefum í doktorsnámi, 5 í meistaranámi og fjölda allan af BS-nefum. Hann vinsæll kennari og hefur unnið öttulega að framþróa nýrnalækninga á Landspítalanum. Ólafur því vel að þessari útnefningu komin. Ólafur Skúli, gjörðu svo vel. Ég heiti Ólafur Skúli Indriðason og læknir á Landspítalanum, nýrnalæknir og vinn á nýrnadeild Landspítalans eða nýrnalækningaeiningu eins og ég held að heiti opinberlega. Já, við höfum verið að skoða fyrst og fremst faraldsfræði langvís nýrnasjúkdómar. Það eitt en svo erum við með fleiri verkefni. Við erum að skoða líka bráða nýrnaskaða og annað og nýrnasteina og hitt og þetta sem við höfum skoðað og á Íslandi mikil möguleiki að skoða faraldsfræðina því að við höfum gögn sem ná til bara allra þjóðarinnar má segja. Skilunarsjúklingum hefur fjölgað talsvert og það kannski ekki miklar nýjungar í skilurinn, það alltaf einhverjar smá framfarir en þetta í grunninn sama prinsipið. Við erum svo sem alltaf að fá líka nýjar meðferði við ýmsum nýrnasjúkdómum, ný lyf koma og maður náttúrulega að vinna mikið við að skoða sjúklinga og sinna þeim en það mjög mikilvægt finnst mér líka að gera aðra hluti og þá þessar rannsóknir bara mjög skemmtilegar og það náttúrulega, eins og ég segi, þegar ég var aðalast upp læknanemi þá voru ekki þessi BS-verkefni, 4. ársverkefni sem þá hétu og svo 3. ársverkefni síðan sem aðeins geti komið fólki af stað og kveikt áhuga fólks á rannsóknum og vísindum. Mikilvægt bara finnst mér að heilbrigðis- og menntastofnun eins og Landspítalinn, það verður að vera vísindi, það bara hluti af því að vera menntastofnun og virkt menntastofnun, það að hafa kennslu og vísindi í hávegum. Maður að reyna að finna sannleikann kannski fyrir rest. Þetta ákveðin viðurkenning á starfum hans hérna.
Innilega til hamingju með þessa verðskuldaðar viðurkenningu, kæru vísindamenn. Nú vindum við okkar kvæði í kross því það komið að pallborðsumræðum afar mikilvægt málefni sem tekur æ meira pláss í okkar daglega lífi og ekki síst í starfi, en það nýting gervigreindar í heilbrigðisþjónustu. Umræðustjóri Andri Ólafsson, samskiptastjóri, og í pallborðinu taka þátt Davíð og Arnar, yfirlæknir hjartalækninga, Adalín Tras, teymistjóri Nýþróunar, Steindór Ellertsson, sérnámslæknir og stofnandi Kerflugs, og Maríanna Garðarsdóttir, forstöðumaður myndgreiningaþjónustu og doktor, eins og hann kallar sig núna, en í gær þá lauk hún við að verja doktorsverkefnið sitt. Gerið svo vel og drífið ykkur í stólana. Komið sæl, við höfum haft það fyrir vana okkar hérna á ársfundunum að eiga samræður svona það sem helst ber, það sem svona efst á baugi hérna á spítalanum. Ég verð reyndar að hryggja ykkur við því að við erum komið svolítið fram yfir tíma, þannig að við erum aðeins að skera niður samin umræðutíma pallborðsins, en sko við ætlum að ræða gervigreind sem náttúrulega mikið til umræðu víða. Mér langar kannski bara að byrja, Maríanna, vegna þess að ég ekki viss að við öll gerum okkur grein fyrir því, en gervigreind nú þegar nýtt í töluverðu mæli á Landspítala. Getur hans útskipt fyrir okkur hvar við erum stödd akkurat núna? Já, ég get allavega að tala mína þjónustu, myndgreiningaþjónustuna, og við notum gervigreind víða. Við notum í rauninni gervigreind og höfum gert lengi bara í úrvinnslu myndrannsókna og sem flýtir mjög mikið fyrir stytti tíma, einhver gæði og svo framvegis. En við höfum tekið í gagnið gervigreindarforrit í samstarfi við bráðamóttökuna, þar sem að við höfum ekki lesið úr beinarannsóknum eins og við köllum svona utan dagvinnutíma. Þannig að við erum að nota gervigreindarforrit til þess að greina beinbrot. Þannig að það sé hægt að hleypa fólki fyrr heim, það komi svar fyrr, og starfsfólk bráðamóttökunnar og þá sérstaklega læknar geti svona útskrifa sjúkling meðan okkur vissum að það sé ekki beinbrot til staðar. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur bara gengið mjög vel. Það sem kannski svolítið flókið í þessu verkefni, af því að yfirskrift fundarins nú einmitt mælanlegur árangur. Það erfitt að mæla árangurinn hvað þetta varðar. En þetta hefur gengið bara mjög vel og við erum allavega ánægð með forritið, það svona greinir nokkuð vel, en það svona alltaf þetta getum við treyst þessu? Þetta nógu gott? Og þá getum við kannski aðeins nefnt það að þessi þróun sem orðið í síðust árin í myndgreiningaþjónustu, að núna þetta fá aðgang á svona plattformum, þar sem maður getur prófað fleiri en eitt forrit þá í sama fæi, eins og til dæmis í beinarannsóknum, og borið saman. Og það svo mikilvægt að hafa aðgang að slíku, þannig að það mjög spennandi og ég vona að við getum farið að gera meira slíku. Adalín, það eru alls konar lausnir, ekki satt, bara í þróun, mjög spennandi. Já, bara ótrúlega spennandi það sem þú varst að segja bara í tilraunaverkefni. Mig langar að bara nefna kannski 2 verkefni sem nýta nýjustu tækni framfæri á sviði gervigreindar og með það markmiði að styðja við klíníska vinnuferlar og ákvarðanatöku. Það sem sagt eitt lítið málíkan sem við byggum til sem var sérþjálfað frá grunni á íslenskum klínískum gögnum spítalans og sem leggur mat á textan og með tillögu greiningakóða. Og hitt það sem við köllum vélnámslíkan og sem metur líkur á endurinnlögn innan 30 daga eftir útskrift. Og þetta sem sagt tilraunaverkefni. En lykillinn að árangri, eins og þú veist að segja, myndi ég segja, þættur. Fyrst sterkir stafrænir innviðir sem gera okkur kleift að samþætta lausnina inn í klíníska vinnuferla. Númer 2 náttúrulega vinnsluheimili til staðar, skýrt eignarhald og líka klínísk aðkoma strax frá upphafi verkefnisins og eins og þú varst að nefna traust. Klinisk starfsfólk á gervigreindinni og það sem mjög áhugavert hundungsverkefni svo Magnús var að nefna, þetta traust, þetta sem við köllum XAI, Explainable AI. Hvernig við ætlum að útskýra fyrir ykkur nýstöður
gervigrindar og það mjög erfitt verkefni. Og Steindór, ég meina þú ert bara hreinlega sjálfur að samhliða því sem þú ert í námi og hérna á Landspítalanum ert að þróa nýsköpunarlausnir og sem byggja á gervigreind. Já, ég fór í það hliðarverkefni með Klíník að leysa pingu eigin vandamál og pappisvinnan eitthvað sem allir heilbrigðisstarfsmenn heldur þekkja vel. Þannig að ég ásamt góðu fólki stofnaði fyrirtæki sem heitir Careflux fyrir nokkrum árum og eru búin að þróa 2 hugbúnaðarlausnir sem nýta gervigreind til að spara pappisvinnum. Og ein þeirra er að nýta í raun talgreiningarlíkön, þannig að við verðum að safna gögnum bara nú í nokkur ár af samtölum heilbrigðisstarfsmanna og þá mynda samantektir í raun bara beint út frá samtalinu. Og ánægð að segja frá því að það pælótverkefni núna nýhafið á geðsviði þar sem við verðum að prófa þessa lausn og hún komin inn á ýmsa staði í heilbrigðiskerfinu og það bara mjög mikil ánægja og hann mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr því. Og þar erum við líka að fylgja svolítið með ákveðnum gæðamarkörum og eitthvað sem við munum birta sennilega í samstarfi við geðsvið með tíma. Og svo önnur lausn sem heitir Merkur sem í raun gerir pingu það sama. Hún hlustar á skrifasamtal og aðstoðar á heilsugæsluaðila núna að þá starfsfólk að svara rafrænum skilaboðum sem berast í gegnum heilsuveru og myndar þá pappír og samantektir og allt slíkt út frá samtalinu. Og þannig að þetta svona það ákveðin svona áskorun að vera með annan fótinn í báðum heimum að þeir eru svo rosalega ólíkir. Kostur kannski líka, eða hvað? Já, vissuleyti. En þú ert með svona heilbrigðiskerfi þar sem allt svona einmitt gæðaferlandi mjög sterkir og svo ertu með hugbúnaðargeira þar sem allt á að hreyfast hratt og brjóta allt. Það er það sem kannski áskorunin. Það er þetta á stafrænni heilsu að halda Sigurði Þórarinsson og félög. Já. En Davíð, segðu mér aðeins, það eru alls konar lausnir nú þegar komnar fram og að koma fram á nánast okkur einasta degi. En það er mikilvægt fyrir okkur á Landspítala að hafa kannski skýra sýn á hvernig við viljum sjá þjónustuna þróast og hvernig tæknin, og þá sérstaklega gervigreindartæknin, getur stutt við þá þróun. Já, það er alveg rétt. Ég held að séu mjög margir fletir í starfi spítalans þar sem að gervigreindarlíkön og lausnir geta komið að gagni og til að mynda auki skilvirkni. Steindór nefndi mitt talgreiningu og ég held að það sé mjög gott dæmi verkefni sem er ofboðslega mikilvægt en leið tekur mjög mikinn tíma frá grunnstarfinu sem er að sinna sjúklingnum. Svo náttúrulega geta gervigreindarlausnir líka hjálpa okkur við miklu ítalegri greiningu. Það var nefnt greining á beinbrotum. Í mínu fagi þá geta gervigreindarlausnir rýnt miklu betur í hjartalínurit heldur en áður hefur verið og það í hjartalínurit eru mörg þúsundir gagnapunkta og gervigreindarlausnir geta til dæmis hjálpa okkur að greina hina algengu takturöflun gáttatif hjá fólki sem kemur til læknis nokkru dögum síðan þegar það er ekki gáttatifi með því að rýna mjög vel í p-takan sem dæmi. Og svo náttúrulega getur það hjálpað okkur við ýmsar erfiðar sjúkdómsgreiningar, greiningar á sjaldgæfum sjúkdómum og svo kannski síðast en ekki síst þá finnst mér mjög áhugaverður sá möguleiki á að nýta gervigreindin að rýna í stór gagnasöfn eins og rafræna sjúkraskrá. Í rafrænni sjúkraskrá eru mjög miklar upplýsingar en það er oft mjög erfitt að nálgast þar á skjótan og hagkvæman hátt. Þannig að það verður kannski til þess að þegar við fáum til okkur sjúkling eða lendum í að sinna sjúklingi á bráðamóttöku að við bara getum ekki náð í öll gögn sem við þurfum til þess að komast að góðri niðurstöðu. Og ég held að gervigreindarlíkön væru mjög góð til að hjálpa okkur að draga fram meginatriðin í rafrænni sjúkraskrá. Þannig að það eru gríðarlega margir möguleikar og eins og nefndir þá þegar mjög margt komið. Eins og staðan í dag að þá er þetta mest allt staka lausnir og það verður kannski betra ef við værum með fleiri heildstæðari lausnir sem nýta. En ég held að það sé ofboðslega mikilvægt að við förum að nýta okkur gervigreindarlausnir í meira mæli. Við þurfum að læra á þetta, við þurfum að læra hvernig þetta passar inn í okkar vinnulag og við þurfum bara að kynnast þessu lausnum og taka þátt í raun að þróa þér. Mér langar aðeins að forvitna að við vitum öll að tími er af skortnum skammti á spítalanum og við vitum að fjármunir er af skortnum skammti á spítalanum. En hvað getum við
gert ef við tökum þetta aðeins út fyrir sviga? Hvað getum við gert á spítalanum til þess að vera móttækileg og tilbúin og geta tekið á móti þessari byltingu sem í gangi og innleitt hana einhvern veginn inn í starfsemina? Sko, ég held að við þurfum að vera opin gagnvart þessari tækni fyrst og fremst og ég held að við þurfum að byrja að prófa okkur áfram með ýmsar lausnir og af þessu sem við rættum í dag þá finnst mér talgreiningin mjög áhugaverð. Hún gæti bætt skilvirkni, gæti aukið starfsánægju, dregið úr kulnun, bætt gæði skráningar og jafnvel þó að fjármagnið sé á skornum skammti að þá verðum við líka að horfa til þess hvar mestur ávinningur, hvar fáum mest virði og við getum ekki beðið eftir því að það verði komin einhver fullkomin gervigreindarlausn sem við kaupum. Við verðum að byrja að prófa okkur áfram en velja vel það sem við ætlum að byrja að nota. Já, ég sammála þessu sko. Ég er búin að fylgjast með í mínu fagi með þróun gervigreindar í yfir 15 ár sko og það er rosalega gaman að vera búin að komast af stað með eina lausn og það var svolítið þröskuldur að byrja. Varðandi til dæmis talgreinin, þá höfum við verið að þróa sko talgrein sem við notum í mínu fagi myndgreiningu með íslensku fyrirtæki, hann heitir Tiro og það var bara tekin sko hljóðritursvör sem áður fóru til ritara og allt lesiðinn af því að við erum náttúrulega með auðvitað íslensku en svo erum við með fagmál sem bæði svona enska og latína og allir hafa sitt orðalag, þekkja það okkar samstarfsfólk að allir hafa sitt orðalag. En þarna til dæmis, bara þessi einfalda lausn gerir það verkum að því að við sendum ekki lengur til ritara að þá getum að vera með diktafóninn í annar hendi og músina í hinni í staðan fyrir að vera alltaf að líta af skjánum og lyklaborði því að maður er komin á minnaldur þá maður lengi að vélrita og þetta auðvelda vinnuna mjög mikið. En ég held með þetta sko að vera óhrædd við að prófa, bara til dæmis það að prófa þessa lausn sem við tókum inn í fyrra, það var stórt skref, en það varði einhvern veginn, svo varði það svo rosalega auðvelt og skemmtilegt. Það er líka svo skemmtilegt, þetta gerir vinnuna svo skemmtilega. Það er svona, þegar þú farin að fókusera, það er auðvitað kannast mjög margir við að maður er alltaf pingu einmitt að tala við fólk og svo ertu með tölvuna hliðina og þú ert alltaf svolítið með aðeins í nakkanum hvað alltaf að skrá. En þegar þú farin að hafa minni ágjör af því og fara að treysta verkfæri sem í raunin er að hlusta á samtalið, að þá getur þú engagea svo miklu betra við fólki eins og tala við og það gerir líka bara þjónustuna miklu gæðameiri og vinnuna skemmtilegri. Ég myndi segja að það skiptir máli að það sé bara skýrar áskoranir og reynum síðan að vinna vel saman og mæla árangur. Það sem við gerum með mállíkanið okkar sem var sem gerir innanhús, það bara kemur í ljós að það vil 70% greiningarkóða á bráðadeildum eru uppaflega lagðir af mállíkani. Og þetta bara mæla árangurinn, það sparar það vil kannski 5 mínútur per nótu sem heldarspartnaður það vil 16-20 vinnustundir lagna á dag og það skiptir máli og við heldum að vinna saman. En eitt sem ég langar að nefna við hefðum getað talað við allir í gervigreindin svo ChatGPT eða Gemini, en af hverju gerum við það ekki? Vegna þess það bara kostnaður á bakvið. Eins og ég myndi bara sjálf, ég er ekki langt frá skaftalinni, ég myndi bara 800 metra það bil, ég myndi bara taka svona langhús og ég bara til að fara í vinnuna, umferðarteppur og mengun svona, í stedet fyrir bara hjóla eða bara lappa. Og það bara það sem við getum gert lokali á Íslandi, miklu betra þannig sé, ef gæðin góð, heldur hann bara kannski vera háð erlendum fyrirtækjum og ríkjum líka. Það skiptir máli að vera meðvitað það sko. Eitt bara Steindór, þú svona fulltrúi unga fólksins hérna í þessu pallborði. Hvernig eiginlega fyrir ungt heilbrigðisstarfsfólk sem jafnvel í háskóla eða útskrifast, þetta ekki spennandi tímar og með tilliti til tækninnar og kannski þarf ungt heilbrigðisstarfsfólk einhvers konar annars konar hæfni eða þekkingu til þess að geta tekið á móti öllu því sem í gangi og eins og segi, innleitt inn í starfsemina? Já, þetta eru mjög spennandi tímar og það eru líka rosa margar áskoranir sem fylgja þessu. En ég held að við þurfum kannski að fara að fræða fólk betur til dæmis mállíkön. Ég held að þau séu svona breiðvirkust í notkun og þá einmitt rosa mikið náttúrulega meðal ungs fólks en ég held svolítið bara meðal allra eins og staðan er. Þannig að átta sig svolítið á hvernig hægt að nota þau, hvaða kostu þau hafa en líka einmitt hvaða takmarkanir fylgja þeim.
og ég sé allavega svona á komandi árum svona pappísvinnuna, þetta getur haft svo rosalega mikið að segja þar alveg klárlega og kannski auðveldast í þróun og innleiðingu en já, þannig að þetta svona átta sig á því að það eru kostur og gallar við þessa tækni og auka fræðslu og kennslu líkönin. Ég held að það sé svona að þetta mun hafa svo rosalega mikil áhrif á okkar vinnu í framtíðinni. Gott. Sko í ljósi þess að ég ber persónulega ábyrgð á því að fólk í þessum sal komist í sumarpartí sem að hefjast niður í Flóa klukkan 5, þá ætla ég að láta þessu samtali lokið. Ég ætla að biðja áhorfendur að gefa þessu góða fólki gott klapp. Kæra þakkir til allra ykkar í pallborðinu og takk kærlega Andri fyrir tillitsemina. En nú komið að því síðasta en það kannski jafnframt mikilvægasti dagskrárliðurinn í dag og það heiðrun starfsfólks. Það eru Gunnar og Runólfur sem sjáum þennan þátt. Gjörðu þið svo vel. Áður en þetta byrjar þá, ég er búinn að fá fjölda skilaboða, ég gleymdi víst að fara yfir sjóðstreymið. Ég ætla að sleppa þið. Gunnar og Runólfur, eða Gunni og Runni. Herðu, jæja, best að vera alvarlegur í þetta. Ánægjulegasta hlutverki mitt í dag er að veita heiðranir. Fæ ég að setja svona mannauðshattinn á mig. Á hverju ári heiðrar Landspítali starfsfólk sem hefur skarað fram úr í störfum sínum og lagt sitt að mörkum til starfsemi Landspítala svo eftir sitt tekið. Heiðranir eru veittar í flokkum sem endurspegla gildi Landspítala, umhyggju, öryggi, fagmennsku og framþróun. Auk þess veitt heiðurinn í flokknum vinnustaðurinn okkar. Þar sem sjónum beint að traustum vinnufélögum sem stuðla að góðum starfsanda og gera vinnudaginn betri. Í ár bárust fjölmargar tilnefningar, en tilnefningar geta komið frá samstarfsfólki, sjúklingum, aðstandendum og sjúklingasamtökum. Þeir einstaklingar sem eru heiðraðir í ár fá verkið Straum eftir listakonuna Þórdísi Erlu Sóega. Þórdís Erla myndlistakona sem hefur skapað sér nafn bæði hérlendis og erlendis. Hún vinnur meðal annars með skúlptúra, málverk og myndbönd og hafa verk hennar verið sýnd víða heim. Þess má einnig geta að Þórdís Erla bar sigur úr býtum í samkeppni meðal listamanna fyrir nýtt útlitsverk við nýjan Landspítala. Í verkum sínum vinnur Þórdís Erla gjarnan með ljós, efni og rými. Hún hefur sagt að henni finnist sérstaklega áhugavert að nota efni sem hægt að leika sér með ljósi og fanga þannig töfra hversdagsleikans. Verkið Straumur gott dæmi það. Það vísar í náttúruna og breytingar ljóss og skugga í takt við tíman, en það breytist eftir birtu, tíma dags og staðsetningu í rýminu. Ljósið og skugginn verða þannig hluti af verkinu sjálfu. Leið og ljósbrot þess minna margt á endurvarpið sem myndast þegar sól skín á gárur í vatni. Þá komið að ég snúa okkur að þeim einstaklingum sem verða heiðraðir. Hjördís B. Tryggvadóttir, sérfræðingur í klínískri sálfræði á meðferðareiningu geð- og fíknisjúkdóma, heiðruð í flokknum umhyggja. Hjördís sýnir umhyggju í öllu sínu starfi. Hún sinnir sjúklingum af fagmennsku og hlýju og smitar þessi gildi út frá sér til samstarfsfólks. Hjördís lykilmaður á geð- og fíkniþjónustu og hefur ítrekkað veitt dýrmætan stuðning í kjölfar alvarlegra atvika. Sko þegar ég fekk símtalið í síðustu viku þá, ég komst við. Mér finnst það ekki sjálfgefið og maður meðvitaður að maður vinnur á risastórum vinnustað
Og ég bara eitt lítið tannhjól í þessu risa gangverki og ég vinn á geðsviði sem risastórt svið. Ég fengið alveg ótrúlegt svona backup frá mínum yfirmönnum í gegnum tíðina til að svona vaxa og dafna og þróa og koma hlutum sem ekkert endilega hluti af endilega því sem starfslýsingin mín segir. Elín Ögmundsdóttir, sérfræðingur í gjörgæsluhjúkrun nýbura á Vökudeild heiðruð í flokknum öryggi. Elín hefur lyft grettistaki í að efla fræðslu innan deildarinnar. Hún heldur utan fræðslu nýs starfsfólks og ötul í að hvetja samstarfsfólk til sí- og endurmenntunar. Hún hefur næmt auga fyrir hæfileikum annara og styður samstarfsfólk til að vera góðar fyrirmyndir sem styrkir bæði faglegt öryggi starfsfólks og öryggi sjúklinga. Mikill heiður, vissulega, já, og ég ger ekkert einn, ég vinn alltaf í teymi, þannig að ég svona, mér er svona pínu, maður verður pínu svona, og á ég þetta nú skilið. Mér finnst mjög gaman þegar ég heyri frá fólki það sem maður lýsir í hvernig það sem ég hef kennt þeim hefur gagnast þeim í starfi. Það er bara, það finnst mér skemmtilegast, já. Jóhann Róbertsson, sérfræðingur í handaskurðlækningum heiðraður í flokknum fagmennska. Jóhann framúrskarandi á sínu fagsviði, hann hefur einstaklega góða nærveru og ávallt reiðubúinn að hlusta og veita ráðgjöf. Þolinmæði og jákvæðni einkenna samskipti hans. Hann sterk fyrirmynd, bæði faglega og persónulega. Spítalastarfsemin í eðli sínu held ég svona teymisvinna. Þetta byggir allt á að maður hafi gott samstarfsfólk sem ég tel mig hafa og notið allan þennan tíma. Að pikka einhvern einn út úr hópi finnst mér, já það má alveg hafa sína skoðanir á því, en auðvitað hlýjar manni svolítið og manni þykir vænt það að eitthvað að maður samstarfsfólki taki mann út og tilnefni manni svona. Þannig að, jú, það hlýjar alveg. Magnús Konráðsson, sérfræðingur í skurðlækningum og sérhæfðum speglunum meltingarvegar heiðraður í flokknum framþróun. Magnús hefur af mikilli framsýni byggt upp meltingarspeglanir á Landspítala ásamt góðu samstarfsfólki. Sérstaka athygli vekur hversu sterk starfsemi á sviði sérhæfðra speglana, en þar býður sjúkrahúsið upp á þjónustustig sem stenst samanburð við mun stærri sjúkrahús erlendis. Það starf sem Magnús hefur unnið verður seint full þakkað. Þetta náttúrulega bara mikil viðurkenning og mikil hvatning og það það sérstaklega vegna þess að inn á spítalanum í dag eru mörg teymi, margar einingar að vinna að mjög aðdáunarverðum verkefnum. Framfarir í svona starfsemi ekki verk einhvers eins aðila. Svona framfarir gerast ekki nema að séu teymi á bakvið sem hefur trú á þessu.
Ellen Stefania Björnsdóttir, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku, er heiðruð í flokknum Vinnustaðurinn okkar. Ellen er leiðtogi innan bráðahjúkrunar á Landspítala. Hún er sú sem starfsfólk leitar til vegna reynslu sinnar, þekkingar og innsýnar. Hún er fyrirmynd og frábær samstarfsfélagi sem sýnir einstaka hlýju, fagmennsku og gleði í starfi. Framlag Ellenar á Landspítala er ómetanlegt. Það sem Ellen er, það er gaman. Það kom mér náttúrulega alveg rosalega óvart, sko. Og mér fannst ég náttúrulega ekkert betur að þessu komin heldur en einhverja aðrir á deildinni minni. Það er svo fullt af ofsalega hæfileikaríku og faglegu og flottu fólki sem vinnur þarna, sem hefur mikið metnað, menntunarlega séð og bara einhvern veginn að drífa þetta áfram. Þannig að ef við heiðra mig, þá erum við að heiðra alla á deildinni. Ég lít þannig á það að við séum öll. Þetta er bara fyrir okkur öll. Nú er komið að síðustu heiðrunin í ár. Hún er veitt teymi eða einingu sem hefur lagt mikilvægt framlag til vinnustaðarins Landspítala. Það er veitingaþjónustan. Veitingaþjónustan sýnir bæði fagmennsku og metnað í störfum sínum. Undanfari misseri hafa orðið markverðar framfarir í gæðum máltíða sem hafa jákvæð áhrif á líðan sjúklinga og aðstandenda og vinnudag starfsfólks. Með þessu mikilvæga framlagi gegnir veitingaþjónustan lykilhlutverki í daglegri starfsemi spítalans og er vel að heiðrun komið. Viktor Ellesson tekur á móti heiðrunni fyrir hönd veitingaþjónustunar. Þetta skiptir miklu máli, það er ekki nokkuð spurning. Þetta gefur manni bara aukinn kraft, myndi ég segja. Og finna það að eitthvað sem maður er að leggja drög að eða er að vinna alla daga, að það sé að ná að heilla fólk, hvort sem það eru sjúklingar eða starfsmenn. Það gefur manni mjög mikið, ekki nokkuð spurning. Og bara ómetanlegt að það sé verið að taka eftir því að við höfum verið að sinna hinum ýmsu úrbótum og gefur okkur svona hugmynd það að við séum bara á réttri braut og höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera, þróa þjónustuna. Þá er svo lokið. Við þökkum öllum þeim sem hafa hlotið heiðrun hér í dag kærlega fyrir þetta framlag og gefum þeim á lokum gott klapp. Takk fyrir okkur og góða skemmtun. Ég kannski bara klára. Gunnar tók að mér orðið. Ég ætla að segja kæra þakkir Gunnar og Runólfur og Þórunn og ég ætla að óska þeim innilega til hamingju öllum þeim sem voru heiðruð í dag. Þau áttu þetta öll skilið hvert og eitt og mann er hreinlega klökknar af öllum þessum mannauð. Og það er vel við hæfi á þessum ársfundi að ljúka á heiðrunum starfsfólk því það er alveg sama hvaða markmið við setjum okkur, hvaða mælikvarðum við ætlum að ná, hverjar rekstraráætlanirnar eru, tæknilausnir og vísindastörf. Það verður ekkert gert án fólksins við vinnuverkin. Og þá vil ég þakka öllum sem komu að undirbúningi, allir sem tóku þátt í dag og hér með líki ársfundi Landspítala 2026. Takk fyrir komuna, eigið góðan dag og skemmt ykkur vel í kvöld.